föstudagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hér gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum kannski spegla okkur eitthvað yfirkomandi. Hér er komin Jón Gnarr. Já. Ertu velkominn? Já, takk fyrir það. Þetta símanum. Já, einmitt. Já, takk fyrir. Já, ég er búin að koma síman. Varstu að hugsa að taka stjórnuna og stýra þeitum? Nei, er ekki hægt. Ekki þegar þú ert Þú hefur verið í mörgum svona þáttum, ekki? Jú. Ég var þannig, ég man alltaf eftir því þegar ég byrjaði í útvarpi að þegar að útsendingin byrjaði eða upptakan. Þú ert ekki mikið fyrir að fá gesti, þú bara talaðir sjálfur eða ekki? Jú. Nei, ég var svo stressaður þegar ég man alltaf eftir því bara, ok, og það eru 2 sekúndur í útsending og bara, ég allt í einu fikk ég bara svona hjartslátt og þotnaði munnunum og sveitnaði lófanum og svona, en í dag þegar að ég sest fyrir framan míkrafón þá slaka ég á og ég held að sé líka Þú ert helst til þannig ef það er hort á þig. Já, og þetta er kannski hluti af þessu öfugsnúna ástandi sem að ADHD getur verið að einhvern veginn að vera alltaf upp á kant við allt sem að þykir eðlilegt og sjálfsagt að slaka á í aðstæðum þar sem annað fólk upplifir streitu Róastu að drekka kaffi? Já, að drekka kaffi fyrir svefnin? Já, ég er einn af þeim fólk furðar svo oft á því mér finnst gott til dæmis á kvöldin eftir annar saman dag að fara í tölvuleik eða að lesa skákþrautir á chess.com og og þá finnst mér gott að fá með kaffi kannski 10 á kvöldin og ég bara, þú veist ef eitthvað þannig að ég meiri djúpsvefni ég drekk kaffi þannig að en líka þetta mér finnst alveg rosalega gott að fara í svona stórverslanir svona helst amerískar og ég get ekki verið inni í svoleiðis. Nei. Það er eitthvað við lýsinguna eða hljóði, ég veit ekki hvað þetta er. Akkurat. Eftir svona korter þá er ég alveg friðlaus að verða að komast út. Já, ég geti verið þannig marga daga Sofið í kælinum. Já, nei, ég meina þetta er bara eins og skemmtigarður fyrir mér eins og Walmart við vorum ég og kona mín og yngsti sonur okkar fórum einhvern mann í frí fyrir nokkrum árum til Bandaríkjanna og vorum í Miami og og þeim langaði að gera eitthvað fara á einhver ákveðna stað að gera eitthvað og máttu velja svona eitthvað fyrir sig og ég mátti velja eitthvað fyrir mig og ég valdi að fara í Walmart og og þau voru með lundu allan tíman og ég var að segja þú veist, af hverju farið ekki og þú veist, skoði úrvalið og Sjáu þetta grænumennunum Já, við séð annað eins úrvala grænumennum Já, það er bara, alveg tala og En býta, er það ekki þannig að ADHD í erfiðleikum með að sé til svona mikið að tannkremi, að vera einfaldan eða það er einhverfið Já, nei, ADHD er Vill hafa mikið úrvala tannkremi Mikið úrvala öllu Einhverfið vilja hafa bara eitt tannkrem Já og standi bara tannkrem Já, bara tannkrem mér finnst svo mikil friður fylgja því að einhvern veginn vita að það er allt til það vantar ekkert En svona eins og ónæð og svona við þess að vinna á tölvu á kaffihúsi það sem er svona erill, finnst það gott? Já það til dæmis eins og þú veist þegar ég er að skrifa nú á ég til mér hellinga börnum og ég get setið til dæmis og verið að skrifa
eins og til dæmis bara eitthvað sem að ég að skrifa sem sagt innan öskrandi krakka sko. Og kannski með útvarpið í gangi á meðan það skrifa. Já, það ekkert sem að trufla mig og ég algjörlega í eigin heimi sko, svo framalega sem það ekki verið að tala við mig. Sem sagt, það á ég mjög erfitt með og ég á erfitt með að skilja margt í mannlegu sko fari til dæmis eins og þetta til dæmis að til dæmis, já ég svona ég hef svona skilgreinta sko, ég sé mér svona ég kalla það transit anxiety. Ég á voða erfitt með að vera að fara frá einum stað á annan og stoppa þar. Mér finnst rosa óþægilegt með þess að fólk hálft út úr bíl. Mér langar svo til þess að bara leiðrétta það. Já, ef ég sé til mér á bílastæði, fólk sitja sko með opna hurðina með aðra raskinina inn í bílnum og hina út úr honum skilur. Ég mér langar svo að segja, verið til að vera annarkvort inn í bíl eða bara fara út úr honum. Já, svo erfitt með þetta, bara að sjá annað fólk og sjálfur að vera á þessum stað sko að vera til dæmis að labba inn í búð og til dæmis ein helst ástæða fyrir því ástæða þess að ég var til dæmis ofta erfitt með að kaupa eins og S.A.A. álfinn að þetta akkurat þarna á þessu svæði skilur. Ég á svo erfitt með þetta, ég get ekki og þetta var líka flugvellir og þegar fólk að stoppa svona til dæmis Fylkingin seldi neista þarna á tröppunum við ÁTVR. Hvað segirðu? Fylkingin seldi neista málgagni sitt fyrir framan ÁTVR akkurat á þessu svæði. Aha, einmitt, já. Það sko, já, það ég Bændablaðið yfirleitt í selt þarna Já, en þú getur sko, það er ekki sko, það krefst ekki sko þess að þú staðnæmist, þú getur tekið það er bara þarna á brúsapalli. Það er ekki sem tala við þig. Nei, brúsapalli og þú getur bara tekið það og En mátt að ég hóa sem að ringir hjá þér og er á tröppunum. Þú nærður ekki við það. Það sem þeir eru ekki inni en ekki úti sko, bóða guðsorð. Jú, ég hef nú reyndar svona í tíðina oft sko, sérstaklega svona yngri árum þá fannst mér þetta svo áhugavert fólk sko, og og mér langaði svo að vita meira það vildi ræða við mig eitthvað sko, varturnin og orðguðus og eitthvað svona. Ég vildi meira bara, en hvaðan ert þú? Ertu fæddur? Hvað ár ertu fæddur? Og eins með sko mormónana, þegar ég var að vinna á geðdeildum Landspítalans sko, þá kynntist ég mormónsbók, þarna voru svona mikið úrvalið var svona trúaritum oft sem á geðdeildunum og ég var stundum, ég vissi ekkert þetta sko, stundum sko maður á nætuvöktum og þá var ég stundum að grípa í mormónsbók og eitthvað að lesa þetta. Ég vissi og að lítið þetta og það var svona líka á þessum tíma mannstu fyrir internetið þá var ekki sko aðgengi að upplýsingum eins einfalt var í dag. Þú kannski ekki googlað bara mormónsbók og fengið eitthvað, þú varst að spurja einhvern, hvað er mormónsbók? Já, það eru mormónar. Já, ok, og ég meina hvernig er það öðru? Þetta var svo erfitt að fá haldgóðar sko trúverðugar upplýsingar, þannig að ég var svona ofta að reyna að meta hlutina bara út frá því sem ég hafði í höndunum sko. Og svo sko voru mormónar að banka upp á hjá mér sko. Og ég hafði mjög gaman að tala við þá. Merkilegt fólk, þeir fara í svona trúboðs kannski 2-3 ár, ég man ekki hvað það er og sumir þeir að sko læra íslensku til þess að koma einhverjir bara strákar og úttal að læra íslensku til að koma og reyna að frelsa þig. Já. Mér finnst þetta svo metnaðarfullt og virðingavert og algjörlega vonlust sko, vegna þess að sko ég hef búin að segja þeim alveg frá upphafi, ég aldrei að fara fallast á neitt þessu sem þið eru að boða sko, en Ég held að kenni þeim ekki nei, þess að halda þetta áfram. Þið skilja það ekki. Nei, nei, bara metnaðarfull, virkilega metnaðarfull og sko nei, en sko það hefur svona
og eins og við kannski þekkjum báðir sko, þú veist að líka bara svona við höfum oft svona laðað á okkur sérkennilegt fólk sko, sem að svona fer ótrónar slóðir og það hefur oft líka bankað upp á og vilja ræða eitthvað eða gaugað manni einhverjum texta sem það var að skrifa og eitthvað svona þannig að og það hefur aldrei truflað mig sko og sko og já, mér hefur bara fundist það Herðu Jón, þú talar svolítið mikið ADHD. Já. Ég að velta fyrir mér nú alls konar búið að skrifa það og maður alltaf svona einhvern veginn, ég veist ekki að maður sé að leita sjálfum sér, að maður svona svolítið að reyna að ráða þessa lífsgátu hvað þetta og af hverju maður eins og maður Já. Og svo ekki hætt á því að þú svona aðlaði að hugmyndunum hvað ADHD segjum að ég var með stjörnuspeki, var alltaf að lesa stengit og það gæti bara hægt og bítandi ég að fara að lifa upp í því að vera stengit sko. Já, jú. Ekki hætt á því að þú bara sért farin að ofleika ADHD-ið? Jú, það sko ég velta svo mikið fyrir mér sko, þú veist, ég sko sem sagt mamma mín var fædd 1922 og var svona þögla sterka típan af konu, svona íslensk alþýðukona sem unnið erfiðisvinnu alla ævi og það eru allar konur í minni ætt. Já, ég meina þetta var bara stólpar. Já, og sko var að vinna, skilurðu, þú veist, rekka heimili, vinna í mötuneyti og síðan í sláturhúsinu á Hverfisgötu. Sko einhverjar aðgerðir þar og svona. Og hún sem sagt fer með mig þegar ég 3 ára á barna- og unglinga geðdeildina á Dalbraut og þetta hafa verið alveg gríðarlega þungskref fyrir svona konu sko og þar sko ég svona einhverju svona rannsóknum í alveg til 6 ára þegar ég byrja í skóla sko. Nei, 5 ára, ég er þarna í 2 ára, já. Svona, og bæði á leikskólanum þarna og einhvers konar rannsóknum og þá greiningin sem að ég fæ svona formlega greiningin heitir maladaptio og en foreldri mínum sagt að sem sagt ég sé misþroska eins og var kallað þá og muni líklega sem sagt fara óvenjulega leið í lífinu og það sé ólíklegt að ég sé að fara að ná miklum árangri til þess í námi og það var nú svo sem alveg rétt metið hjá þeim og og þetta var svo mikið sko, og það sem að ég hef kannski oft talað sko, það sem verst við þetta var sko stigmað og skömmin að því að skömmin var svo yfirþyrmandi sko, foreldrar mínir skömmuðu sín og ég skammaðist mín sko og sko og það olli mér eiginlega mestu óþægindunum, það var skömmin sko síðan sko Það á við margt af veiku fólki, það eitt sko að bera sjúkdóminn eða eitthvað slíkt en síðan það oft leiðir til sko fjárhagslegrar vandræða og svo hent skömminni ofan á sko. Já. Það er ótrúlegt miskunnarleysi í samfélaginu. Sko, já, en sko... En þú varst ekki veikur. Má ég spyrja þig, hvað var að þér? Eða akkur fannst mömmuðinni þú vera bilaður með einhverjum hætti? Þetta laga þig? Sko, vegna þess að sem sagt, það var sko hömluleysi, eins og er orðað, sko. Þegar í sko textanum frá barna- og unglingageðdeildinni þá er Jón kominn vegna hömluleysis sérkennilegrar hegðunar og einangrunar frá öðrum börnum og hömluleysi það svona eins og að fá æði, var stundu sagt á skólanum það fekk ykkur æði og réðst bara allt og alla já en ég er bara 30 ára sko. Ég og bara sem sagt sko þá átti ég það til sko
sem sagt ég hljóp víst sko það voru sko við vorum í Fossvoginum og þetta var svona útkverfi sem var að byggjast upp sko og þar til minnst hljóp ég bara þau litu að mér eitt augnablik og ég hljóp og kastaði mig fram á þakinu sko. En sem betur fer þá vildi svo til að fyrir neðan var sandhaugur og ég lenti í honum sko. Þannig að þetta hafa sko mamma vildi aldrei ræða þetta hún sko var ekkert til umræðu svo sem hluti þú veist eins og þegar pabbi dó þá kom í ljós að hann átti sko hálfsystur upp á Akranesi sem kom í ljós í dánarbúinn hans og bréf frá henni þar sem henni langaði svolítið að fá að hitta systkini sín eða hálfsystkini sín og svo spurði við mömmu, ég spurði mömmu vissur að pabbi átti hálfsystur upp á Akranesi já, ég vissi það og ok, hún skrifaði honum jú, já, ég vissi ok, en reynduði hafðu eitthvað samband við hana eða töluðu við hana nei, það gerðu ekki það var allt þetta, skilur, þetta var svona þetta var allt svona algjörlega fáránlegt sko, sko Þér finnst það að vera undarlegt á hverju heldur að mamma þín hafi fundist það bara að vera í lagi að sinna ekki hálfsystur sem að biður tengsl vegna þess að hún var bara að drukkna í ættingum og sem þurftu sko aðstoð það var flekinn var fullur af fólki við viðbáttið sökton nei, menna, þú veist, báðar ömmu mínar sem sagt, eittu síðustu árunum heima sem sagt, fyrst mömmu og mamma hugsaði hana og síðan sem sagt, hún var með sko elliglöp var með Alzheimer sko og síðan þegar hún dó þá flutti hin amma inn og sem sagt ég alin upp sem sagt í rauninni systkini mín eru flutta heiman sko þegar ég kem til sko vits og ára en ömmur mínar amma mín býr í herberginu við hliðina á mér ég sem sagt í fjölskyldu þar sem ég á foreldra sko sem eru á sama aldri og ömmur og afar jafnaldra minna það nú gott fyrir flesta ég býst við að sko geta þín í íslensku sé meiri heldur en jafnaldraðina jú, og svo það líka eins og þekkti frá Halldóri Laxness sem átti ömmu sem hann þakkaði margt og þá eftir það fóru allir listamenn að ljúga upp á sig ömmum en þú ólst raunverulega upp með ömmum þínum já, ég ólst upp með þeim báðum sko, sem sagt fyrri amman sko, hún var náttúrulega bara svolítið sko bara veik sko og vissi svo sem ekkert almennilega hver ég var Þannig hún var ekki svona tengst þín yfir á 19. öldina? Nei, það var meira sko hinnamann Guðrún sem að hún var blind líka með glákur sko og við áttum alveg gríðarlega gott samband við amma og vorum mjög náin og ég held sko sem sagt sko og það er kannski líka bara sko þetta að því erum að tala um þetta ADHD sko það sem að eins og voru að segja sko að þegar ég tækja upp þráðin aftur í því sko sem sagt sko ég man að ég las sko þegar ég kannski einhvað í kringum 20 eða eitthvað milli 20 og 30 svo las ég bókina Driven to Distraction sem var einhvern veginn mér var sagt að væri bók sem ég ætti að lesa og og það er rauninni fyrsta skipti sem ég átta mig á því að þetta sé það sem sagt þessi misþroski þetta er þetta ég fann það bara, ég las bókina sko og ég sagði ekki nokkur manni frá því skil, að þetta var svo mikið skömm og þetta var sem sagt sko eitthvað sem að ég var mjög hræddur við að nefna eða segja, þú veist, ég sagði ekki nema bara mínum nánustu frá þessu sko að þetta var hvergi einhvern veginn opinbert síðan bara gerist það að smátt og smátt þá fyrir þetta að koma upp á yfirborðið svo allt í einu verður þetta bara eiginlega í tísku sko það var svo skrítið, mér var svo skrítið vegna sem þetta var, skilur, þetta var bara bara, þú veist, þetta var eitthvað sem ég skammaðist mér óbóðslega og líka, þú veist, þessi lesblinda sko, eða svona eins og hjá mér sko, svona skrifblinda sko, eins og segir, skilur, nú er ég þetta myndi ég telja, ég væri
svona miða við ágætlega máli farin og sko hef kannski líka sérstaklega mikinn orðaforða svona svona eins og oft við svona ADHD-týpur og þær eru mjög færar í svona munnlegum samskiptum og það get ekki skrifað einmitt, já. Ég held að við sem að fara úr tíma ritmálsins yfir í tíma ykkar sko, þannig að þið, eins og við erum með hér það verður æ meiri samskipti sem eru á vettvangi sem ADHD-fólki ræðu við einmitt, og þá losnum við hérna yfir á ritmálsfólksins sem svolítið verður að segja svolítið leiðilegt. það er sko, þetta bókstafstrúar fólk, já. Það er leiðilegt sko og hérna sko, sem sagt sko, það er þetta með sko þessi eilíða spurningum sko andan og lögmálið sko og í rauninni grundvallar skilning, grundvallur hérna fyrir mér, grundvallur bara vestrænna menningar byggir svolítið á því að sko andinn æðri lögmálinu. Lögmálið má aldrei yfirtaka andan. Það segir Jesú. Það segir Jesú. Þetta er Jesú, ég meina bara sko, sem sagt, sko kristileg heimspeki, þetta er grundvöllurinn í kristilegri heimspeki og hérna sko að andinn æðri lögmálinu. Já, og hérna en svo erum við alltaf að róa því að einhvern veginn að lögmálið sé aðra andanum og pólitík orðin sko, þetta er bara farisegar og saddúkæjar sem að ráða núna pólitík sko, andinn á sér sko, hérna, hann dó held ég bara með Vilmundi Gylfasyni eða eitthvað sko, hérna sko, hann var líka berjast við því einhvern veginn að ná andanum upp sko, hérna þannig að sko og mér finnst einhvern veginn mestum vert að svona halda andanum á lofti og til dæmis þetta að sko ég til dæmis bent á þetta skilur fólk sem getur kannski þú veist talað hérna mjög lítalaust og fallegt mál að þess að segja nokkuð tíma neitt sem skiptir neinu máli sko. Frægir stjórnmálamenn sem hefur gert það. En ég ætla að tala meira þig 30 ára og meira ADHD en að þú nefnir hann að Vilmund Gylfason. Nú ert þú komin í nýtt starf sem er að vera þingmaður og ég býst við að þú lítir svo á að þú þurfir að einhverju leyti að endurskapa það starf þannig að það hendi þér. Já. Það sé ekki þannig að þú sett að ganga inn í það að sinna einhverju sem hefur verið vanalega gert. Einmitt, já. Og nú ertu bara til þess að nýbyrjaður og kannski tekur það í marga mánuði að lenda þannig í þingi. En ertu að hugsa svona eins og þess hvernig þingmaður var Vilmundur Gylfason? Með okkur talaði hann yfir salin og út í samfélagið. Ertu að hugsa svona hvernig getur Jón Gnarr endurskapað þetta hlutverk að vera þingmaður? Sko, eða ertu bara að reyna að vera stiltur og prúður og gera eins og ætlast þig til? Sko, já, sko, bæði og, sko. Ég hérna er að reyna, sko, fara svolítið bilbeggja í þessu. Þú ert í gættinni, kannski? Þú ert í gættinni? Já. Þú ert ekki komin inn í Walmart? Sko, hérna, ég er náttúrulega bara nýbyrjaður í þessu og sko, nú er búin að vera á þingi í rétt rúmlega 100 daga, sko, og hérna, sko, ég er ennþá að læra handtökin og sko og svona kynnast fólki líka og sko ég er að sem sagt sýna þessu öllu saman virðingu og en leið líka að svona þú veist standi í lappirnar sem ég sko og hérna og vera samkvæmur sjálfum mér og sko þannig að ég er að fara bilbeggja í þessu og einhvern veginn líka held ég að það sé sko mikilvægt að fá fólk eins og mig sem hefur farið svona mína leið í lífinu inn á Alþingi af því að það er svolítið einsleitt þetta er svolítið sko hérna þetta er svolítið svona hvað maður að segja fólk með mjög svipaðan bakgrunn það er að segja oft
sko mjög gjarnan menntaskóla, einhver svona menntaskólatími og ákveðin hátt er alþingi kannski krakkar úr vinsælu krakkaklíkonum úr mentó. Já, og þetta er á ákveðin hátt er alþingi líka svona áframhald af einhverjum svona menntaskólamóral. Þetta er svona morfís svolítið og hérna mjög gjarnan krakkar sem voru góð í morfís þau fara í pólitík eða jafnvel dúksar, gera oft gott í pólitík, minna af svona týndum sögðum eins og mér, skilur, sem að hérna hafa farið einhverja krókaleiðir í kringum hluti, sko, og hérna, sko, þannig og ég held að sé mjög mikilvægt að það sé fólk inn á þingi sem hefur bakgrunn úr sko, ég hef sagt, sko, úr listum og menningu, og ég hef sagt, sko, þú veist, ég er sem sagt, sko, ég er alvöru sjálfstæðismaður. Skilur, ég hef aldrei fengið neitt frá neinum, skilur, ég hef búið mér til allt mitt í lífinu sjálfur, með eigin höndum og eigin hugviti. Ég held að Sjálfstæðisflokkur hafi meira minna erft þetta en þessi verið núna. Ég hef aldrei fengið, jú, kannski eitthvað, en veist, ég hef aldrei fengið neitt upp í hendurnar, skilur, jú, nema kannski eitthvað sem ég man ekki eftir, en hérna Það var reynt að mennta þig og það var reynt, en þú horfir ekki með hlýri tilfinningu til menntakerfisins. Sko, já, marga, sko, ég hérna, sko, ég kom nú yfirleitt að einhverjum svona lokuðum dyrum innan menntakerfisins og hérna, sko, og uppskar ekki árangur í samræmi við erfiði og var síðan brigslað leti. Það er hérna, sko, sem var frústrerandi, sko, vegna þess að ég reyndi, og svo gekk mér ágætlega í sumu, skilur, hérna, sko, þú veist, ég var í kristinfræði hjá Ingólfi Jónssoni frá Prestbakka í Réttó, allt upp á 10, sko, en hérna, og svo var fór ég setna tók ég heimspeki áfanga í Fjölbraut í Breiðholti hjá Gunnari Dahl, gekk rosa vel þar, en þú veist, það var líka bara eina sem ég gekk, skilur, ég félli öllu hinnu, skilur, þetta var allt, sko, hérna, þetta var allt ákaflega svona tilgangslust, sko, og þú veist, eftir að vera búin að vera streða við þetta árum saman, þá var ég búin að klára kannski einhverja 30 einingar og það var allt meira og minna valfög. Ég var ekki búinn með hérna neitt af því sem ég þurfti að gera, sko, og hérna Varstu hræddur á þessum árum að svona, hvað myndum við að segja, verið ekkit úr þér? Já, ég var alltaf Varstu með svona skilaboð frá samfélaginu að þú værir algjör lúser? Sko, ég var með, sko, kannski ekki að ég væri lúser, en ég var svona einhvern veginn grey. Ég, hérna, og einhvern veginn voru margir sem litu á mig og ég leit stundum á sjálfan mig sem einhvern grey, sko, ég hugsaði bara, hérna, þú veist, að það yrði einhvern veginn, þú veist, ég myndi aldrei verða neitt og, sko, ég reyndi, sko, þú veist, ég var, hérna, og það var nú pabbi sem að kom mér upp á það að laga mig að lesa ljóð og kynnti mig fyrir, sko, Jóhannes úr Kötlum til dæmis, bara, hérna þegar ungur og síðan Steini Steinar og hérna og sko og las tímabili mikið af ljóðum og var svona ofta að prófa að gera ljóð og hérna og svo las ég mikið, veit ekki, ég held að hafi aðalega verið bara því mér leiddist, sko, mér las svo mikið sem krakki, sko. Steini Steinar er svolítið í ljóðunum hans. Já. Hann kemur svolítið fram svona sem persóna og það er svolítið svona persóna sem að stendur svolítið til hliðar við í samfélaginu og hann er svolítið svona, hann er cool, hann er svona, hann er töffari. Þannig að hann getur staðið og sagt sína meiningu án þess að vera of háður samfélaginu. Já.
varðan svona eitthvað svona fyrirmynda því að ég ætlaði að spyrja þau sko að því út að lýsa þér að samfélagi hafi verið að svona halda þig niðri eða ekki opna fyrir dyr, en þú ert mjög kjarkaður. Já, ég málið með mig. Hvaðan kemur það? Þú endalaust gert eitthvað sem þú ættir vel ekki að gera. Já, ég hef stundum sagt að hugrekki sé í rauninni ákveðin tegund af heimsku. Að þú ert að vaða út í hluti sem þú ættir ekki að gera og ef það tekst vel þá er það hugrekki, en ef það klikkar þá er það heimska, þú hefur ekki átt að gera og þannig að tekur ákvarðanir með hjartanu og maganum, en ef maður hefði hugsað þetta þá hefur maður ekki gert þetta. Sem sagt, og þetta er svona hugsunarleys og fljótfærni, hlaupa inn í brennandi hús og veist ekki einu svona hvort það er neitt maður inni og ef að húsið sem sagt hrynur síðan til grunna nokkrum sekundum eftir að þú hljóst inn í það, þá færðu bara Darwin-verðlaunin fyrir heimsku, en ef þú kemur hlaupandi út hálfur mínútu síðan með grátandi barn í fanginu, þá ertu hetja dagsins. Þannig að það sem að hefur einhvern veginn hjálpað mér er mín góða greind, ég hef góða greind og hugrekki og ekki síst vinnusemi og elja, menn þess að ég er alveg ofboðslega duglegur og það með segja svo þegar vorum að gera fóstbræður til með sínum tíma þetta var óhemjuð mikil vinna og sigla, þannig að hún hefur þrautsegja og sigla einhvern veginn að gefast ekki upp og runnið fyrir heppninni. Já, og bara svo kemur heppnin, en ég menna hún er í jöfnu hlutfalli við óheppnina hún er það já, það er bara... Þú varst að tala um brennandi húsið og hleypur inn og kemur út með barnið. Já. Það sem ég er að reyna að rifja upp það sem þú hefur gert, er eiginlega flest hafi lukkast Já. Ertu með eitthvað dæmi um það sem að Jón hljóp inn í húsið og kom brann inn í? Einhverja bommertur sem að þú hefur gert með þessari að því að hugsanaleysi að vaða áfram. Já, en ef það er meira og minna að það hefur lukkast, þá er þetta ekki alveg. Nei, þá gengur sagan ekki alveg upp. Kannski þetta virkaði til dæmis ekki fyrir mig til dæmis í fjármálum. Það tók mig langan tíma fljótfærni og hugsunarleysi er ekki gott í fjármálum þannig að ég var að fá afleiðingar því síðan til dæmis þú veist, ég veit ekki ég var að vinna fyrir norðan hjá Leikfélagi Akureyrar og í hennu leika í hennu bara frábæra leikriti And Björk of course eftir Þorvald Þorsteinsson og þar ákvað ég að fara í forsetaframboð jafnframt því sem að ég var að fara að byrja í tökum og sjónvarpsþáttum sem samhliða því þetta var kannski ekki nógu vel hugsað að mér og ég áttaði mig á því svona frekar snemma í þessu ferli að ég var mjög ólíklega að fara að verða forseti en mér fannst þetta samt gaman og þannig að árangur er líka afstæður sem sagt Þú varst inn í brennandi húsi, sást að hérna var ekkert barn til þess að fara með út já. En ég tek hérna vegglukkuna það eru samt verðmæti og ég er að sjá ég er að horfa á slökkviliðsmenn sem eru að vinna þannig ég er að læra að þeir gera þetta svona en hvað þetta er athyglisvert, okkur gera þeir þetta og þannig að ég meina ég hef nú gert svona sjónvarpsþætti sem að mörgum finnst að ég hefði kannski ekki átt að gera eins og Gnarrenburg þættirnir sem ég gerði á Stöð 2 og Ég meina aðeins eftir því þáttum, þú varst ekki í sérstöku stuði á þeim tíma einhvern veginn? Nei.
Þú varst ekki sérlega glaður þarna. Nei, ég var... Mér minnir að það hefði verið svona atmóð sem ég fekk út úr þessu, að þú væri bara ekkert, liði ekkert sérstaklega vel. Nei, mér liði ekki vel. Það var sko svona 2000 sko var svona ákveðið skipbrot í mínu lífi og og þá varði ég bara sko í rauninni sko fjárhagslega, félagslega, andlega og líkamlega gjaldþrota sko. Ég var sko búin að keyra mig út af einhverju vinnusemi og líka sko einhverjum svona metnaði og það var svona ákveðið skipbrot fyrir mig sko og og sko þarna eru fóstbræður líka enda sko og mér bara leið bara alls ekki vel sko og sko og í rauninni sem sagt upp úr þessu sko að því að líka bara ég var komin á svona einhvern stað sko í lífinu þar sem ég einhvern veginn hafði týnt sko bara sem sagt ég var komin á hann þú veist, annan stað þar sem við verum hægt að skilja lífið bara að einhvern veginn búin að týna að því maður er oft með eitthvað svona þráð þú veist, maður skilur ekkert allt lífið en ég er með minn þráð einhvern veginn og ég var búin að týna honum ég var ekki með neitt í höndunum og vissi ekkert almennilega hvað ég búið til sem skilið eftir mig og ekki náðu endurnýjaði og ert að gera allt bara með gallinu og sinunum. Já, þannig að og upp úr því sko fór ég að svona þarna kemur tímabil hjá mér sko sem er svona fyrir að leita mikið í trú sem sagt þá í kristna trú og sem var sko mjög unkúl sem sagt af svona mínum vinum og svona þetta er að vantrúar árunum þegar vantrú var eitthvað sterkust já og þá sko svo kem ég þarna sko svona fram sko þarna fyrir hrun í rauninni sko með eitthvað svona, þá var ég mikið með svona kristilegar hugleiðingar í Fréttablaðinu skrifaði bakþanga sem var bara þetta var svona ákveðið svona kristilegt tímabil hjá mér sko og það er líka bara sko í mér sko að því að amma Guðrún hún var sko svona kristin íslensk kona og fjölskyldan mín til dæmis er mjög tengd og hennar sem sagt þegar föðurfjölskyldan mín er tengd sko hvítasundsöfnuðinum og svona mikil tengsl þar inn sko og sko og þannig að En þú fórst ekki þangað, þú fórst í kaþólsku? Já, en sem sagt sko svo er annað líka sko einhvern veginn líka í gegnum sko kommunismann sko sem sagt sko pabbi náttúrulega hélt að mér sko ýmsum svona bókum sem ég þyrfti að lesa og ég til dæmis pabbi var gríðarlega hrifinn af svona höfundum eins og til dæmis Upton Sinclair sko það var svo skrítið eins og pabbi hafði mikla andstyggð á Ameríku þá voru Upton Sinclair og John Steinbeck það voru miklir höfðingjar pappa sko og sko og þar las ég bókina til dæmis eins og Smiður er ég nefndur og þá birtist mér sko líka sko, þú veist, ég hafði þennan góða kærleiksríka Jesú sko frá ömmu og svo var alþýðuhetjan einhvern veginn líka og svo man ég einhvern veginn eftir einhverju bíómynd sem ég sá sem var Markúsar Guðspjall og það var búið að
þá var Jesú orðin einhver svona sko verkalýðsleiðtogi Félagi Jesú Félagi Jesú sem Þóra Neldi á þýddi sko þannig að sko og ég hef alltaf haft miklar mætur á manninum Jesú ævi hans, kenningu og áhrifum sko, til þess ég bara og það er ekki löngu mála að sko sá maður sem hefur haft mest áhrif á íslenska menningu hann þótt hann hafa aldrei komið hingað og ekki vita til þess að hann hafi nokkuð tíman minnst á þetta land sko, þá hefur hann haft gríðarleg áhrif hér og þannig að sko og það varð svolítið úr því sko að því að ég fór að leita þarna því ég bý nú bara eiginlega við hliðina á Landakotskirkju sko og krakkarnir mínir hafa verið þarna í Landakotsskóla og þannig hefur maður kynnst líka sko kynntist ég á svona tíma sko eins og prestum eins og séra Hjalta sem var skóla og svo er Landakotsskóla þannig að þetta var svona með annan fótinn þetta inn í og síðan sko var það á svona stundum sem að mér langaði að fara bara eitthvað aðeins að íhuga og þá er svo þægilegt að fara í Landakotskirkju sko vegna þess að hún er alltaf opin og það er engin sem sagt sko þú veist ef ég sem Jón Gnarr fer inn í einhverja kirkju til þess að vera þar í friði þá er mjög líklegt að einhver komi og segi, já, blessaður, hvað er þú ekki eitthvað, skilur, það er alltaf, já, nú bara eitthvað, já sem er svolítið trublandi þegar maður er íhuga já, eru þið að taka eitthvað upp hérna nei, ég er bara, mér líður ógeðslega illa sko, ég minnst mikið kvíða þannig að ég er bara aðeins að reyna að svona kjarna mig hérna sko, já, ok en í sko í Kristkirkju sko, Landakoti, það var aldrei neitt, að þetta er mjög mikið útlendingar sko og þannig að og það var nú held ég kannski það sem að svona svona leiddi mig þangað sko, sem ég alltaf borið opbóðslega virðingu og það er líka eitthvað sem að mér var bara innrætt í æsku sko, að bera mikla virðingu fyrir konum og þeirra framlagi og svona þú veist, og það er svo margt á Íslandi sem hefur verið byggt upp af konum sem að hafa kannski ekki fengið neina sérstakar þakkir fyrir það, þú veist, eins og Hringurinn til dæmis sem hafa bara byggt upp sko barnaspítala, Thorvaldsen félagið, nunnurnar í Landakoti og ég var náttúrulega sem barn og í Hafnarfirði og Stykkishólmi og víðar, nunnur hafa vart gríðarlega áhrif ég var sem krakki, að því ég var líka kannski svolítið baldinn, þá var ég alltaf að kviðslitna og þá var ég með hendinn á Landakot og þetta var náttúrulega eins og þetta var í gamla daga það var bara börn sett þar og skilur þér, svo bara hittir ekkert foreldraina og þá voru nunnurnar sem sagt sko og ég man svona bara slitrótt eftir þeim en þær voru alltaf, mér fannst þær svo flottar, mér fannst það svo ég hef bara verið, þú veist, ég hef verið 2-3 ára þegar ég byrja að koma þarna sko kannski og 5 ára og eitthvað mér fannst þetta svo glæsilega konur mér fannst það svo einhvern veginn bara eins og eitthvað úr öðrum heimi en það voru þær sko úr öðrum heimi með annar fótinn í öðrum heimi já þú skilur eftir svo marga bolta ég bara tíniði upp eftir þörfum þegar þú ert inn í Kristkirkju, þú lýsir svo svolítið eins og þú sért að bara leita einhverju þekkingu að talar áhrif Jesú á menningun okkar eins og sért svona bara reyna að staðsetja þig einhvern veginn í menningunni en varstu ekki að leita sko trú varstu trúaður? Jú, ég var að leita því sko. Hvað er það, trú? Já, nákvæmlega sko. Já, hún er vand með farin sko. Ég á þessum árum sko, ég var náttúrulega ég náttúrulega kynntist sko tólspora kerfinu bara sem ungur maður og
og var náttúrulega að vinna sem áfengis- og fíkniefnaráðgjafi, byrjaði þar í því á 33A, kynntist þar Óttari Guðmundsinni og var síðan bara komin á, bara þegar ég var 25 ára, þá var ég bara komin á fullt í uppbyggingu á meðferðarúrræðum, þú veist, við vorum stofnuðum meðferðar úrræði á Vífilsstöðum og síðan dagmeðferð á Teigi og Flókagötu og ég var á fullu í þessu síðan einhvern veginn fór ég yfir í grínið með Sigurjóni og þá varð ég að hætta þessu og fara yfir í grínið og svo bara tók grínið við mér, ég var bara þar, skilurðu, og þá bara, þú veist, Fósbræður og Tvíhöfði og ég var einu sinni nörd, ég var hérna upp á sviði og Árum saman eða ekki? Jú, já, og þarna týni ég svolítið þræðinum, og þetta síðan leiddi mig í Al-Anon og þá var það út í út í Héðinshúsi og þar talaði ég við mann og baðan að vera, hvort hann gæti verið svona trúnaðarmaður fyrir mig og já, og sagði hann ekkert mál og svo sagði hann við mig hvernig gengur útmúri, hann sagði, ég er búin að vera að sjá því að nú er búin að vera koma svolítið lengi og eitthvað svona, já, og eitthvað svona og hann sagði, þú ert svolítið að reyna að skilja þetta já, ég er að reyna það, já, þetta snýst ekkert um það ok, og þú þarft að hætta að reyna að skilja þetta og bara byrja að meðtaka þetta á þess að skilja þetta endilega, bara að treysta þessu Leap of faith já, og hann sagði, og mín reynslu er svo að fólk nær bara takmörkuðum árangri nema að taki og hann benti á þú veist að Guð hérna og það er alls verið að tala um Guð og aðri másamkvæmt skilningi okkar og honum allt það sumir fara aldrei þetta og það fólk sem gerir það bara nær ákveðið langt en ef þú vilt fara alla leið það þarf að taka aðri mátt og þetta komaði hver er þinn aðri máttur ég bara, ekki, bara eitthvað svona annað fólk eða góða eitthvað þetta er bara þvaður, þetta er innihaldslaust þvaður þú verður bara að taka ákvörðun og já, ok og þannig að ég fór svolítið í og þetta er alveg rétt og fara að finna sinn Guð já, þú ert að finna þinn Guð eins og Dave Allen endaði þetta May your God be with you þannig að ég fór í rauninni í eitthvað ákveðna vegferð í leit að Guði sem ég hafði svona miklar efasemdur að væri nógstöðar að finna En fannstu Guð sem að þetta ég held að enginn hafi farið að leita Guði og fundið svona Guð sem honum er illa við Nei Ég hef ekki hýrt hann eða þá Nei sem ég fann Guð og það er bara ótrúlega skepna sem ég fann Já, ég ég er eiginlega að spyrja þig hvort þú hafir verið trúaður á okkur tímabili ertu það ennþá kannski? Já, ég er það ég hef sagt að ég sé kristinn húmanisti ég vil að svona einhvern veginn ef að hugmyndafræði minni svona lífsskoðun minni þá er eitt svona kristinn húmanisti ekki kristinn svona sósíalisti og William Morris og fleiri voru á 19. öldinni Já, nei, nákvæmlega, jú ætti eiginlega að vera þess að ættasúðinni það myndi taka þarna kristna arfleifðina úr öðrum og kommunisma pappaðins það væri eiginlega fallegt að það myndi enda sem kristinn sósíalisti ég var það er svo furðulegt og þetta bara líka þú veist
þræðirnir sem við erum að rekja okkur eftir í lífinu, þau leið okkur oft eitthvað sem við höfum ekki einhvern veginn séð fyrir og sko pabbi var alveg ofboðslega pólitískur, það er að segja hann hafði mjög gaman af því að tala um pólitík og helst að þræta hana, þræta, tala hátt og þræta. Hvað mikið af pabbaðinum í þessum persónum sem þú til að bestur í að Það mjög mikið af pappa. Pappi þú veist... Ég var að horfa á Alþingisrásina í gær og það var Miðflokkurinn í Málþófi og ég hugsaði, ef maður ætti að fá okkur til þess að leika þessa menn, það er bara Jón Gnarr sem myndi gera það langt best. Persóna sem Jón Gnarr bjó til, hann er núna í Miðflokknum. Já, en kannski er ég líka ákveðinn hátt að sækja mér einhvern efni við í eitthvað, skilur. Bara observera, bara fylgjast með hvað er í gangi hér og sko einhverjum svona öðrum þræði en sko pabbi var svolítið sko mamma horfði á næturvaktina og hún sagði við mig hún sagði já ég er búin að horfa á þessa þætti að gera og já og óbóðslega er þetta leiðinlegur maður og leikur já, Georg Björn Frán frakar leiðinlegur, já, ég sé nú alveg hverju fyrir myndinu honum og hann meina pappa sko og það er svona orðfæri eins og meðalgreindur sem pappi notaði oft sko að það var oft sem hann sagði við fólk ef hann var að þræta eitthvað og menn voru kannski eitthvað hallir undir íhaldið eitthvað þá sagði pabbi að meðalgreindur maður eins og þú skulle segja svona og fólk einhvern veginn, ég sá alltaf að fólk setti svona aðeins í brýrnar sko á hverju segir hann þessi mitt af því að eðlilegt væri að segja sko að gáfaði maður eins og þú skulle tala svona hann segði alltaf meðalgreindur þetta var svona ekki mikið rausnarskapur í þessu nei, og meðalgreindur og meðalgreindi mannapi ég kynntist síðan og það var annað, ég átti svo miklum erfiðleikum með músík sko og það var eiginlega til þess að ég hlustaði bara á pönkhljómsveitina Crash sem engin annar hlustaði á og það var allt anarkismann og anarkismin væri lausn á öllum vanda og svona og ég fór að lesa eina bókin sem var til upp á Borgarbókasafni og Bústafi var ævisaga Kropotkins fursta, alveg hrútleðileg bók sko og ég var engu nær anarkisma eftir að hafa lesið hana sko og síðan voru einhverjar bækur til á ensku og ég bara skildi, þetta var ekki enska ég skildi mestalagi krasteksta sko en ég skildi ekki þetta lingó og þessa ensku í þessum bókum sko og akademísk hugtök og svona já, einmitt og þetta var ofboðslega bara tók mig alveg klukkutíma bara komast ekki inn með eina blaðsíðu og þetta var kannski 400 blaðsíðna bækur eitthvað Bakunin og Proudhon en síðan svona verseraðist ég í anarkismannum og síðan í Kiljuklúbbi Máls og menningar sem að var bara það var eitthvað alveg stórkostlegt sem að ég upplifði í því sko að fá bækur sendar heim og svo lesa þær og einhvern veginn tala við aðra sem voru í Kiljuklúbbnum bækurnar og þá komst ég að því að ég var svona ofboðslega hrifinn af Dostojevskí sko og Dostojevskí fannst mér stórkostlegur en sko Tolstoj fannst mér hundleiðilegur og bara Stríð og friður einhver allra Moby Dick og Stríð og friður einhver allra leiðilegustu bækur sem ég lesið sko ofmetnustu af því að ég var eitthvað að bíða alltaf, þú veist, fólk var ýmist þetta Stríð og friður, skilur, þetta var eitthvað svona vikstöðum sem ég fannst ekkit einu svona spennandi þetta var voða mikið svona liðþjálfar eitthvað að fara á vikstöðunar og þeir voru að ferðast eitthvað og svo eitthvað spariball í Pétursborg, endalaust spariball og þér herra ofursti, komið þér oft hér til Pétursborgar, já, eitthvað bara ofboðslega leiðilegt sko, en Dostojevskí var meira mannlegu briskleiki og spila fíkn og drykkjuskapur og morð og einhver svona í höfðinu og bara örvæntingu og fólk sem er að leysast upp og eitthvað svona sem höfðaði til mín sko en síðan sko áttaði mig á því sko ég hafði gaman af sko Tolstoj í sko ekki skáldskap það sem hann var að skrifa sem var ekki skáldskapur það fannst mér gaman
og sko hann náttúrulega svona gríðarlega ábyrgð á sínu samfélagi og hann bara gekk með Rússland á herðunum já, hann var sko eins og þú gengur með Ísland á herðunum ekki ætlar að lækna það hann ætlaði að lækna Rússland já, ég veit það, en hann gerði náttúrulega alveg en sko það sem að Tolstói finnur upp sem sagt kristilegur anarkismi og þegar ég áttaði mig á því sem sagt ég fann sem sagt kristilega anarkismann hans Tolstói þá allt í einu fannst mér þetta vera í rauninni fyrsti raunhæfi anarkismin og furðulegt sem sagt sá anarkismi sem að hefur lifað bestu lífi til þess í Bandaríkjunum aðalega í verkalýðsbaráttunni í Bandaríkjunum og það sem er svo líka svo fáránlegt sko að það tengist kaþólsku kirkjunni eins og Catholic Workers Movement sem að er í rauninni fyrsta verkalýðsbaráttan sem byrjar í Bandaríkjunum og þetta er svo skrítið og sem sagt sko og kristilega anarkismin hann síðan skrifar Tolstói opið bréf til Indverja að anarkismin sé lausnin á þeirra vanda gagnvart Bretum og Gandhi les þessa grein og ég var bók með bréfasamskiptunum þeirra sem er alveg stórmerkilegt sko, þeir voru að skrifast á sko og Tolstói var að leggja honum línurnar hvernig hann ætti að sigra Bretana á friðsaman hátt og án ofbeldis og sko þannig að sko og síðan sko svo heillast ég að Bertrand Russell sem er náttúrulega bara ókristinn sko og þá það sem hann er að skrifa samfélagsmál heimspekina sem er nú og líka bara hugmyndafræðisaga Evrópu og hvernig kristnin er þar bara hvað sem hún líka það betur að vera en hann verður síðan mentor fyrir Wittgenstein sem er einn minn uppáhaldsmaður sko og hann verður svona mentor fyrir hann tekur Wittgenstein svolítið að sér og hjálpar hann gríðarlega mikið og Wittgenstein er svona óbáslega heillaður af Tolstói á nákvæmlega sama hátt og ég var sem sagt af þessu sama sko og þannig að sko þetta er einhvern veginn tilkomið af einhverju dæmalausri örvæntingu einhvern veginn bara eftir eitthvað skilur bara einhverju haldreip við tökum hann að Jón litla sem á hann pappa sem hljóma nú svona sem einstrengingslegur og fólk getur bara rifjað upp típuna sem þú ert að leika það verður erfitt að vera sonur hans og þú ferð og reynir að finna því hann er mikill sósíalisti og eiginlega kommunisti og þú verður að finna eitthvað annað en hann því að þú vilt ekki vera undir hans Nei Það langar mig til að spyrja þótti þið væntu pabba þinn? Já En var það erfitt að þykja væntum hann? Já Heldur honum að þið fundist væntu þig? Já, honum fannst það óbáslega væntu mig sko en hann átti þú veist sko pabbi náttúrulega bara fæddur sko í alveg gríðarlegri fátækt sko sko hann er bara þú veist holdgerfingur alls þess sem Tryggvi Emilsson skrifaði sko pabbi bara sem barn skilur upplifið að svelta skilur bara og alinn uppi opposite harðræði og mér skilsta afi að því að pabbi var líka svolítið eins og ég sko svolítið eins svona út úr hól stundum og annarsögar og svona og mér skilsta að við hafi ekki verið alveg góður við hann sko og pabbi er bara komin í mikla erfiðisvinnu bara þegar hann er 6 eða 7 ára sko og svo er hann bara í erfiðisvinnu þangað til hann kemur suður sko hann fæddur á Reykhólum sko og Reykhólum bara þröndu það? Já. Og þess vegna Bjarkalundur þarna í dagatinni sko. Pabbi var í rauninni fyrsti hótelstjóri í Bjarkalundi. Pabbi byggði Bjarkalund með eigin höndum sko, og með barstendingafélaginu. En margt af því sem þú ert að gera er samtal þitt við pabba þinn? Já, það er sko, og pabbi, síðan kemur hann
sko kannski þú veist á millistisárunum kemur hann hérna og verður lögga í Reykjavík í rauninni í heimsstyrjöldinni og var lögga í bara næstum 50 ár sko og hérna sko en náttúrulega komst aldrei til neinna metorða út af pólitík að því var kommunisti og pabbi var til dæmis sko þegar Ísland gekk í NATO og mótmælin voru þá var pabbi læsturinn í fangaklefanum á gamlu lögustöðinni hérna í Pósthússtræti pabbi var læstur lokaðar en því að þeir treystu honum ekki og hérna sko þannig að hérna og hann upplifði svo mikið í löggunni sem var bara hræðilegt sko hérna og hérna pabbi var líklega með sko bara margfalda flókna áfallastreituröskun sko og við áttum ofboðslega erfitt samband en sko til dæmis eins og þegar pabbi lá banaleguna sko við vorum svona að sitja yfir honum og ég átti alveg ofboðslega erfitt með þetta sko ég hérna ég átti svo sko það sem að einkennið sem sagt á hérna því sem sagt að eiga samskipti við pappa sem ég tengi alltaf bara sem sagt var köfnunartilfinning ég var að kafna undan þessu öllu saman sko ég átti svo erfitt með að anda og mér fannst ég vera að kafna og sko hérna hvað var það? Var það kröfur sem hann gerði til þín látaði vita að þú stæðist ekki þær kröfur? Já, kröfur og tilfinningalegur þungi hérna, pabbi var alltaf með lofa sér lofaði mér því, alltaf lofaði að gera þetta alltaf lofaði, og hérna, já, einmitt og hérna, og hann hélt mér sko, pabbi var heljarmenni sko hann var með sko handleggirnar og hann var eins og fótleggirnir á mér sko. og hérna og þegar hann hélt manni menn segja þá eftir ég kynntist pappaðinum hann var gríðarlegt handtak hérna, að taka hendina á pappaðinum maður sá bara hendina á sér hverfa inn í lúkuna á honum já, einmitt, og þetta er skelfing æsku minnar, skilur og bara hugsaði þér, þessi maður raskilti mig sko hérna sko þú veist, þetta var tröll Raskilti þig? Hann raskilti mig oft? Já. Er það hluta af uppeldinu bara raskella þennan ódæla dreng sem að stökkur fram að saki? Hugsaði þér bara, sko, ég man alltaf eftir þessu, mamma sagði, farð inn í herbyggið, hérna, nú ringi ég pappa þinn, farð inn í herbyggið og ég vissi ekkert alveg af hverju, af því að ég var ekki meðvitaður um hvað ég gert af mér, ég vissi það ekki. Og allir, þú veist, létu eins og ég væri að látast. Láttu ekki eins og þú vita það ekki, þú veist alveg hvað þú gerðir ég vissi það ekki, ég bara vissi ekki hvað var það sem ég gerði sem var ránt og síðan þú upplifið bara svona almenna höfnun á þér já, ég vissi ég hafði gert eitthvað ég var sakbitinn, skilur en ekki hvað það var ég vissi ekki hvað það var og gæst það ekki leiðrétta nei, svo satt ég bara inn í herbyggi og svo beðið ég að vera lamin já, og svo beðið ég og svo ég löggubílinn koma pabbi var alltaf á vakt þannig að þegar ég var að fara að fá líkamlega refsingu á kom löggan á Willys, neða sem sagt á Land Rover jeppa sem sagt og sem sagt pabbi kom síðan í löggubúning og ég man að ég hrópaði sem sagt ég byrjaði að kalla sem sagt hurðin var lokuð og ég byrjaði að kalla ég skal aldrei gera þetta aftur, ég skal aldrei gera þetta aftur, ég skal aldrei gera þetta aftur, ég man bara eftir því hérna og stundum dreymir með það hérna og svo sem sagt raskelt hann mig í sem sagt lögreglubúning ég var raskeltur og þetta fokkaði mér upp þetta sko hérna bara olli mér sko sem betur fyrir löggubúningarnir bara breyta svo mikið sko Þetta var hann að þau eru með svona spæla og flautu mann alltaf eftir flautunu sem hékk og númer fyrir ofan flautu og 53 hérna og sko en þegar afiðinn er að lemja pappaðinn þá er það svona eins og tíðkaðist þá þegar pappiðinn er að lemja þig þá tíðkaðist það ekki lengur ég var aldrei lamin, ég er eldri þú þetta var sko þú veist, og bara, þú veist, þetta var einhvern veginn sko,
það var mikið og það var líka annað sem að svona hefur líka sett svip sinn á mitt sálarlíf sko. Það var alltaf verið að hræða mig til hlýðni og ég var hræddur með sko einhverju fólki og það sést með Salarias sko nú kalla ég Salarias sem þú hættir eða skilur á ég að fá Salarias hvað er það? Ég veit ekki, það var bara einhver hræðilegasti karakter æsku minnar sko. Salarias og sko og sko einhver kona sem ég man nú ekki hvað hét sko, hún var alltaf að koma sko, hún myndi koma nótt sko ef ég hefði verið óþekkur daginn þá myndi hún koma nóttina og vitja mín eða eitthvað, þetta var allt hræðilegt sem var til þess að ég var stundum bara að andvaka sko mér grunnaði ég hefði gert eitthvað á mér þá þorði ég ekki að sofa því ég var sættur hún kemi þannig að sko þetta svona þú veist, við áttum erfitt samband skilum, ég fannst rosa vænt pappa og pappi var pappi var hugsjónamaður og pappi var mjög tilfinningaríkur maður hann var ekki mikill húmóristi en sko og svo voru mikið líkindi með okkur þú veist, ég líkur pappa og verður líkari með því sem árin líða já og þetta kallar invasion of the body snatchers þannig að við verðum eins og fórðarar þetta er bara ymmit, já það er sko má ég spyrja þig að en sko þegar pappi skildi við þegar pappi og það gerðist, ég var ekki viðstaddur systir mér var að sitja yfir honum þegar hann skildi við og var nú búin að vera sko, eins og oft gerist svona bara meðvindalaus einhver tíma sko og þá fór ég til hans og þá var þessu öllu varpað að mér sem sagt þú fyrirgafst honum? Ég fyrirgaf honum og þá fannst mér bara þessi maður sem láðna mest bara væntum hann og það var ekkert skilur en það var hann ekki að fara að biðja mig að finna sem sagt, hann bað mig Jón, getur þú ekki fundið fyrir með mynd af klömbrum ekki til mynd af klömbrum sem var bærinn á Klambratúni og ég fór niður á ljósmyndasafni, ég var alveg hálfan dag sko, að þetta var lítið skráð og klambrar, ég var bara að fara í gegnum gamlar ljósmyndir og fann enga mynd og það voru mikil vonbrigði, þú varst maður að lofa því að gera þetta fyrir mig, ég segi já, ég er búin að reyna þetta en það var ekki enn af réttarhóli heldur þessi myndarétt til af réttarhóli ég hef sklætt á það en þarna sem sagt var tilfinningaþungin og kröfurnar voru hættar og það fannst mér bara vænt hann en hann gerði þetta, þú veist, hann hélt alltaf í mig hélt mér föstum og var aldrei með lofa sér getur þú gert það fyrir mig? Já, ég get reynt að athuga það á banalegunni? á banalegunni? Já, hann var að deyja í hruninu skilur, þú getur ímyndað þér sko 2008 hann er að deyja þarna og þið verðið að gera eitthvað í þessu unga fólkið, lofaði mér því. Ég held að þetta hafi verið stór ástæða fyrir því að ég stofnaði Bestaflokkina, því ég var að reyna að gera eitthvað sem var í blanda á því sem pabbi vildi og sem að ég gæti einhvern veginn sjálfur einhvern veginn. En þú ert ennþá, eða þá allavega, að reyna að standa undir væntingum hans. Gera það sem hann hefði viljað. Já, og bæði af, skilur, að því þú spyrir mig, skilur, þú veist. Hvað hefði Jesú gert þetta sagt, en þú segir, hvað hefði pabbi gert? Já, en þú veist, eins og spyrir mig, skilur, þú veist, hvort ég sé að ryðja mér braut sem ég er á Alþingi eða að reyna að samlegast öllu. Ég er að reyna að fara bilbækja, ég er að reyna að gera bæði. Og að viðurkenna það sem er en líka staðfesta rétt minn á því að vera hluti af því að eiga fá að vera með skilur þó ég sé eins og ég er eins og Jóhann í laginu sko Árans bóin sko
sko... Má ég spyrja einu, Jón, af því að ég var að segja að ég hef ekki verið laminn. Og ég skil alveg þegar þú horfir á pabba þinn að deyja að þú finnur að þú berð engan kala til hans og það sumilegt það kannski svona þroskaferli sem við göngum öll upp með því að við erum á tímabil ævinnar erum við í átöku við foreldrana og svo kannski þegar við erum komin svona á 40-aldur, kannski 50-aldur að þá svona áttum við okkur á því að foreldrarnir gerðu það sem við gátu og við lærum að horfa á þau með öðrum hætti heldur við gerðum áður og það verður svona fyrirgefning. En ég spurði þig hvort að þú hefði fundið fyrir pappiðin elskaði og hvort að þú er elskaðan og þá erum við að spyrja þegar áður en að þessu kemur að hvernig getur maður elska þann sem að lemur mann og þetta er bara klassísk spurning þannig að við vitum að þetta eru flókin tilfinningaleg sambönd sem að fólk á það sko og líka sko sem sagt þetta verður flókið sko, svo líka bara þú veist eins og við þekkjum skilur eins og þetta vera sko sendur einhvert eins og við verðum okkar kynslu senda í sveit til dæmis sko. Ég skrifaði þess það, ég var sendur á Rauðhóla og þegar við verðum að sína myndum svona barnaheimili á sundaginn ótrúlega viðbröð sem ég fekk við þessu hvað þetta er mikill sársauki í svona okkar kynslu kannski frá þér og svona kynsluna sem er kannski aðeins eldri ég rosalegu sársauki þetta er sko að því að þetta er í rauninni sko þetta er svolítið 50-50 hvar þú lendir sko hvort þú lendir hjá góðu eða vondu fólki og ég var nú svo heppinn sko að lenda hjá góðu fólki sko og ég var hjá ættingum fyrir vestan sko í Barðastrandarsýslunni í Gerðardal sko en síðan lendi ég hjá vondu fólki og það var bara og þá var ég 10 ára sko, og þá það sko, verður svona stór áfall og þetta er líka þú veist, ég man ég mátti hringja eitthvað einu sinni í viku ég hringdi í mömmu og ég bara var hágrátandi og bara grátbað hana að koma og sækja mig af því að þetta fólk er ekki gott og þegar þau heyrðu að ég var ekki að tala vel um þau þá sagði já þetta er komið gott og sem sagt samtalinu var slitið og svo fekk ég bréf frá mömmu einhverjum dögum eða vikum síðar og það var og ég meina það var sko sælstrákur og mamma talaði aldrei það var ópersónlegt það var ekki þú veist sæll Jón minn eða eitthvað svona mamma var nú ekki sko sérstaklega svona hlýmanneskja og svona frekar bara já svona Winston kona sko Winston sígarettur eða? Já, bara keðjureykti Winston og og var svona, það veit ég ekki hún svaraði öllu bara, það veit ég ekki, spurði pappa þinn getur við mamma? Já, held ég ekki hún var aldrei til umræðum neitt sko og sko Heldur að hún hafi verið á staði í lífinu sem að hún hafi séð fyrir sér að vera góður eða heldur að hún hafi kannski verið í svolítið áfalli að vera inn í þessu hjónabandi? Já, hún var í áfalli og í þessari fjölskyldu ekki? Já, hún var í áfalli sko, og hennar líf líka bara einn samfelld áfallasaga og ég meina mamma þú veist, mamma fekk til dæmis sko efri og neðri góm gervitennur í fermingagjöf frá foreldrum sínum eins og var, skilur við, að því að fólk var bara tannlaust, það var tannskemmt, það var bara fólk til tannlæknis og dregnar út úr þessar fátennur úr eftir og svo fékkstu bara nýja góma þannig að geti brosað á fermingamyndinni sko. Þannig að þetta var svo skrítið sko en það er líka sko og sælstrákur og gaman að það er gaman í sveitinni, sagði mamma og þannig að þú veist það líka sko þessi svona þetta tengslaleysi, þessi vanræksla sem er líka eftir á að hyggja sko ákveðið ofbeldi og berja í því hörku en þess að þú þarft að vera harður og alltaf að lifa af Já Heldur þú að þau hafi hugsað þetta þannig?
Það þýðir ekki að vera að taka undir sífrið í honum Jóni, það verður að naumingi. Já, nei og bara mamma sagði gjarnan allt þetta er bara dilla og yfirleitt einhver sem ég var að trúa henni fyrir og mamma svona, ég oft sagt frá því eins og ég var að segja hérna áðan ég var svona gæla við að ég geti kannski orðið ljóðskáld og ég held allir Gnarr-nafnið hafi verið inspirerað af Steini Steinar held ég mér langaði að vera ljóðskáld og mamma, ég sagði mömmu þetta, ég trúði mömmu mér langar svolítið að vera ljóðskáld held ég sagði mamma þú verður aldrei ljóðskáld af því þú kannt ekki að skrifa og var alveg rétt ég kunni ekki að skrifa og ég lærði í rauninni ekkert almennilega að skrifa fyrir en ég kynntist lyklaborði þá loksins gæti ég skrifa og svo sagði einhvern setna mömmu mér langaði að vera smiður og mamma sagði smiður, nei þú verður aldrei smiður á hverju ekki, menn svo kannt ekki að reikna og smiður þurfa að vita hvað alltaf mæla upp á hár og millimetrar, þú veist ekki einu svona hvað millimetr er og það var alveg rétt hjá hann, ég hef ekki mynd hvað það var og setna einhvern mann trúði henni fyrir því mér langaði að vera leikari og hún sagði þú verður aldrei leikari því að það er vonlaust starf þá verður bara alkohólisti og allir alkohólisti, þetta er ekki skemmtilegt starf leikar eru leiðilegt fólk og þeir eru allir alkohólistar og bara þannig að mamma náttúrulega bara ætlaði ekkert að eignast mig þetta var slys mamma taldi sig vera komin á úrbatning, hún var 44 ára og hún leyndi meðgöngunni, hún hélt sig heima, hún skammaði sig eins og mikið fyrir að vera eitthvað svona ólétt kettling eins og hún sagði og liti ekki sjá sig og vonaðist eftir því að missa fóstrið hennar stærsta skelfing var að því að ég var settur ég náttúrulega fæðist 2. janúar hennar stærsta skelfing var að ég myndi verða fyrsta barn ársins og gæmi ég meina mamma mætti ekki einu svona henni var mjög mikið í mun að ég myndi fermast eins og öll systkinin, ég vildi ekki fermast ég vildi fá peninginn en sleppa veislun, ég var einhvern veginn að díla við mömmu og mamma var ekki til umræð, hún sagði þú ferð í spariföt, þú fermist þú ferð í kirkju og það verður tekin mynd fermingamynd og þetta er útrætt mál verður í sloppin verður í kirtilinn með salmabók með salmabók og ekki til umræðum neitt og en mamma þá var þetta þannig að þegar nafn fermingabarsins var sagt og þá stóðu foreldrarnir upp mamma var ekki til umræðum það þannig að bróðir minn og systir gerðu það þau þóttust vera foreldrar mínir ef ég væri með svona auðla sálfræði þá væri ástæðan fyrir að Jón Gnarr alltaf á sviði, hann að sækjast þetta viðurkenningu pappasins en raunverulega með við þessa sögu þá fyrstu aldrei neina viðurkenningur á móðinni nei Gústi frændi minn sem að sonur systur minnar sem að mamma talaði alltaf alltaf alveg hryllingur að sjá hann hún sagði Gústi kom daginn hvernig hryllingur að sjá hann var svo horaður og þá var hann ýmist horaður og var eins og belsenfangi eða hann var orðinn svo feitur hann var hryllingur að sjá hann spikfeitur og mamma pældi mikið í vaxtarlagi það var svona en svo einhvern mann og ég var náttúrulega þú veist unglingsárum ég meina ég var náttúrulega bara óalandi og óferjandi ég var bara breiðandi sjóveikistöflur og ég var bara ég hekk bara á klemmi og læddist út á nóttunni og ég var bara en síðan lagaði þú varst mikil byrði fyrir móðina já líf hennar hefði verið betra ef hún hefði ekki orðið ólítið mamma sagði mér eins og að ég væri hettubarn að ég er yngstur og ég senkaði skilnaði foreldra minna lengi
Þegar hún sagði mér þetta, þá var ég engum vafa að hún elskaði mig og hún var ánægð með mig. Já, einmitt. Þannig að ég fekk þetta ekki svo blauta tusku í andlitið. Nei, nákvæmlega. Það, sko... En þetta hljómar svolítið eins og þú hefði fengið bara að vita það að þú hefur ekki átt að fæðast. Já, sko, svo einhvern tímann sagði Gústi mér frá því að hann var hjá mömmu, sko, einhvern tímann og þá, sem sagt, voru ég og Sigurjón byrjaði aðeins að svona vekja athygli og voru eitthvað svona viðtöl og greinar og eitthvað tvíhöfða og hann var eitthvað í blaði hérna á borðinu og hann var eitthvað að tala um þetta og svo segir hann mömmu rosalega gaman hvað hefur ræst úr öllu hjá Jóni og já, sagði mamma, já, bara konan ofmennist ekki. Það var, skilurðu, það var það stæðsta sem hún gaf þér. Já. Er það svona stæðsta viðurkenningunum sem hún gaf þér? Að vonandi ofmettast hann ekki. Já, sko, hún var svona, já, ekki, og líka bara þetta svona, eins og með þessa kynslóð, sko, sko, það, einhvern veginn að segja aldrei neitt, sko, rósirði við afkomendur. Aldrei. Það myndi spillast. Já, það myndi spillast og eru nógu spillt fyrir, sko. En en það var þetta náttúrulega, þetta var náttúrulega sérkennilegt bil á milli þessara kynslóða sem var foreldrar mínir og síðan ég, skilur. Þetta var svo... Og börnin þín, sem eru alveg upp með allt verðum hættið, ekki? Jú. Þetta er bara eins og tveir ólíkir heimar, sko. Þetta er ákveðið svona kúltúrsjokk, bara öll samskipti þessara kynslóða. Og við erum kannski á milli svona, ég svolítið kalla við sem beyglaða kynslóðin. Við erum með svona alls konar beyglur á okkur meðan annars út úr uppeldinu. Já. Og sem þurfum bara að lifa með. Já, og líka held ég, sko, kannski eins og það er að koma kannski betur og betur í ljós, sko, að við erum að bera, sko, í okkur, sko, áfallasögu nokkura kynslóða, sko. Og sko þannig að sko en ég er alveg sáttur við þau og svona sko þau gerðu eins vel og þau gátu. Já, þau gerðu bara við hvað þau komu og betur, skilur það. Og ég líka bara hugsa, þú veist, ég er á þessum aldrei, sko, í dag sem að sko, hvað er ég, ætli ég sé 57 ára eða eitthvað, 56 ára eitthvað, þú veist og á þeim tíma sem sagt þegar pabbi er 56 þá er ég, sko, pabbi er 50 þegar ég fæddist, sko þú veist, ég ímynda mér ef ég væri með einhvern svona 6 ára ofvirkan dreng, sko, það þú veist, ég hefði kannski lítið úthald í það, sko, þannig að sko, þau gerðu bara sko, allt sem þau gátu og betur en það, sko bara þetta með að mikið hrósa börnum að það var bara ómettast þau að verði deig. Já. Ég var í vetur og var ég svolítið að tala við svona sálfræðinga og uppeldisfræðinga og fleira af hverju börnunum okkar líður svona illa. Já. Því að það er bara mikið af lyfjum og fleira og margt sem bendi til þess og langt út fyrir það að það sé eitthvað svona skekkja af því að fólk sé auðveldra með að ræða það sem er aðeins núna, að þeir eru búið að greiða öllu því þá er eitthvað það er eitthvað aðeins samfélag okkar. Eitt af því sem að mér kom eiginlega fram hjá mörgum er að það mætti vera svona meiri segla í æskun í dag. Það er eins og við þetta er svona alin upp í ómikilli bómull, ég menna þegar þú varst ungur þá var að byrja að tala um kókopöfskynslóðina sem að hefði ekki þessi seglu sem að foreldrar þínir höfðu og þú férst að var barið í þig bara. Heldur að það geti verið að það sé að vera ofgóður við börn? Sko, já, sko, ég myndi nú segja, sko, mín reynsla, sko, sko, til dæmis, varðandi svona lífshætti til dæmis, þá hef ég, sko, allt sé gott í hófi, ég held að það sé alveg rétt. Ég held að sé allt í lagi að drekka bjór og borða salt, kjöt, ef það er í hófi. Ég held að það sé bara allt í lagi. Og sko,
og svo það þetta líka að á misjöfnu þrífast börnin best, það held ég sé líka alveg rétt sko, vegna þess að sko og ég verið að velta mikið fyrir mér til dæmis sko bara að því að við erum sko, þú veist og ég kannski, þú veist og við báðir skilur við erum svona meðaldra kallar í fyrsta skipti bara í allri mannkynssögunni sem það ekki mest í tísku skilur við og og karlmenn það stundum eina fyrirbrigði sem á að gera grín af já, þú veist, þetta bara svona þú eiginlega unnið við það að gera grín af þessu fyrirbrigði já, sem sagt og ég orðinn sko kallinn sem að ég hef gert grín af skilur, sem pirra mig á umferðinni og sóðaskap og einhverju og og að segja sömu hlutina aftur og aftur, það finnst mér ofboðslega sárt að heyra því að segja krökkunum var ég búinn að segja ykkur búinn að segja okkur þetta mörgum sinnum, það? Og þá horfaðu svona hvert á annað, ja, og það finnst mér sko vont, en ég sko, til dæmis þetta sko með sko karlmennskuna, vera karlmaður sko og einhvern veginn sem sagt og við erum einhvern veginn svolítið hlægilegir og við eigum að breytast sem sagt, við eigum alltaf hverju ætlar að breyta næst í þínu fari það alltaf krafan, hverju þarf þú að breyta næst hverju þarf ég að breyta næst, já, þú ert að breyta hugmyndum þetta, þú ert að breyta framkomunni þér breyta húmóndum já, breyta húmóndum hætta að hlæja minnimáttar og blondinum já, og sem sagt en er þetta ekki bara gott? Er þetta ekki gott? Hefur þú ekki fúsleika til að breytast? Jú, algjörlega, en sko ég held líka sko að við megum líka alveg halda í eitthvað sem að hluti af því að sko vera karlmaður. Ég leyfi mér til dæmis að segja það í dag sko, það að segja til dæmis, það mjög gætni haldið fram að það megi leysa allar hluti með samtali, ég ekki sammála því, suma hluti bara best að vera ekkert að tala vegna þess að eins og hvað? Svona eins og samskipta vandamál oft gerir það bara illt verra að vera að tala þetta. Þannig að þegar þín ágæta kona kemur til þín og segir Jón, við þurfum að ræða ákveðið, þá segir þú sumt bara best ekki að ræða. Já, ég reyna alveg að gera það sko og mér finnst það gengur það? Það hefur alveg gert það, já. Það hún hefur sko, sem sagt sko, og ég sko las einhverja niðurstöður, einhverju rannsókn sem að sýndi það að sko streituhormón, sem sagt þegar kona sem sagt ræðir líðan sína að þá minnka streituhormón í jöfnu hlutfalli. En kallinn fyrir upp þá? En kallinn sem á að ræða vandamál sín, streitan bara vex og vex í honum. Þannig að sko og eins og þú segir með sko með sko sem sagt sko með börnin og unga fólki sko, ef þú leitar nógu lengi að einhverju sem að þá muntu finna fullt sko og sem sagt og einhvern veginn líka þetta sko að vera leita upp í eitthvað sem sem úr kannski ómeðvitaður og stundum hef ég til dæmis í þessari svona sjálfsleit og sjálfshjálpar vinnu sem að ég vunnið sko oft fundið eitthvað sem að ég bara sé eftir ég hafa verið að grafa upp sko. Sem var í þessari geymslu vegna þess að átt að vera þar. Já, og heilin í okkur virkar oft þannig að hann setur til hliðar og reynir að bara þurrka út eitthvað svona og það virkar í mörgum tilfellum. Við gleymum einhverju og það er ástæða fyrir við gleymum því. Já, og sko... Þetta svolítið á skjön við það sem ofti talað nú, talað svolítið áföll og fleira og þú að kafa og finna áföllin þín og endurfæðast innan úr þeim. Já. Þú talað svolítið svona eins og Jesú að segja bara takk sæng þín og gakk. Bara þú skalt yfirgefa
Já, sko, ég er ekkert alhæf að það eigi við í öllum tilfellum, en það á rétt á sér stundum og sko, og ég segi til mér oft við, sko, ég er oft beðin að segja einhver orð í upptöku að því að einhver er að fara að gifta sig og ég segi fólki oft þetta, sko, ekki halda að þið geti leyst alla hluti með því að tala þá. Fjöldi fólk mun segja ykkur að þið þurfum að fara í einhverja samtalsmeðferð og hitta einhvern og tala. Sko, það er ekki lausnin á öllu. Stundum er bara fínt að þið farið aðeins í sitt krottin einhver tíma. Bara annað eitthvað farið til útlanda og takið ykkur bara smá breyk og það er alveg furðulegt. Sumir hluti bara lagast að sjálfu sér án þess að tala þá. Og það er, og þetta er sko svona finnst mér sko kannski hluti af sko svona karlmennskunni sem að við höfum margir hafa týnt sko. Margir karlmenn eru bara fastir í því að þeir geti endalaust einhvern veginn talað um hluti og þá munu þeir finna eitthvað lausn en þeir eru bara í vítarhring og lausnin er bara hægt að tala og hægt að bæja. Það er svona, ef þú ert í einhverjum tilfinningarlegum vanda og leita til vina þíns af okkar kynslóð, að þá kannski bara farið í bíó eða á völlin. Einmitt. Ég man að einu sinni ég las viðtal við Davíð Oddsson sem var spurður út í samband sitt við Kjartan Gunnarsson. Já. Og þá sagði hann að það verður svo gott að þegja með Kjartanið. Það stundu keyrðu til Selfoss og aftur tilbaka á þess að tala. Já. Og það veist þetta verður svona dæmi svolítið beglaða karla að glíma við eitthvað tilfinningarlega vanda, að sitja saman og þegja. Já, en þetta er svo fallegt, sko. Þetta er já, svona Jack London svolítið, sko. Þú vilt ekki að karlarnir týni þessu? Nei, við megum alveg og ég er alveg tilbúin til þess að breytast og til þess að eins og bara fyrir okkur til þess að átta okkur á því. En ertu ekki bara hvað heitir það, risaðala? Við erum bara síðasta kynslóðin sem heldur að þetta sé eitthvað skildi, svo koma börnin okkar og drengirnir okkar og þeir bara vilja ekkert vera svona. Nei. Þeir vilja endilega vera að tala og vera á alls konar sjálfsstyrkingar námskeiðum. Já. En samt er og upplifa kannski þeir séu bara endurfæða kallmennskuna sem þér er bara ófært að gera. En sko, svo sérðu líka ákveðna hreyfingu og það er orðin pólitísk hreyfing sem er svona andstaðan við þetta. Snorri Másson og Frosti Loga. Já. Hvað finnst þér um það? Hvað finnst þér um þá stemmingu? Sko, mér finnst sko, þetta er ákveðið ansvar sko að því að líka bara ég aðhyllist þessa grundvallar hugmynd sko sem að sko taoismin náttúrulega engin bók sem haft meira áhrif á mig heldur en bókin veginn sko en sem sagt að allir hlutir feli í sér andstæðu sína að allt sem þú gerir það býr leið til andhverfu og sko sem sagt sko og þetta er innöndun og útöndun og yin og yang og hvað við kallum það að sko sem sagt eins og frjálslyndi og íhald þú veist og allt er þetta einhvern veginn leitin að einhverju jafnvægi og sko og mér finnst sko þeirra lífskoðun þeirra svona sín eiga rétt á sér og sko og ég skil ekki ég er ekki sammála öllu, ég er ekki að segja allt að allt eigi rétt á sér en skilurðu ég skil alveg þessa deild sko og og nú er til dæmis sko svona þessi pólitík sko og sko hún á alveg jafn mikinn rétt á sér og einhver önnur pólitík en ég er ekkert sammála öllu sem en að einhver leyti er þetta svona make karlmannin great again
Þú veist, ég sterkari og ég með sterkari rödd og get talað yfir þig og ég bara sögulega eru við valdameiri og við bara nota völd okkar. Það það sem Guð gaf okkur þessi völd. Einmitt. Og það að gefa völdin eftir til þeirra sem eru veikari, þá ég eiginlega að brjóta gegn lögmálinu. Mér finnst þetta að vera eitthvað þarna. Þetta næstu svona andleg afstæða sem þessi menn eru með. Já. Trump svona, bara þú ert að nota bara valdið. Já, nú þetta líka mjög gjarnan svona í pólitísku samhengi tengt kristni, kristilegum gildum, þjóðlegum gildum og þannig að En Jesú stendur með hennum veika, það eiginlega náttúrulega staði Jesú með hennum veika og hrjáða og ofsótta. Já. Ekki með henni sterkar Nei, en síðan er en sögulega þú veist að þá til dæmis eins og til dæmis lönd eins og Bandaríkin til dæmis þar sem að svona kristnin mjög mikið í hávegum höfð og er pólitískt afl en síðan eru landið sjálft líka eitthvað mesta herveldi bara mesta herveldi heimsögunar og þannig að það er eitthvað svona þetta ég reyndi mikið þegar að ég fór til Texas í fyrra skiptið þá var ég í Texas þegar að Trump var settur í embætti fyrsta kjörtímabilið fyrra kjörtímabilið 2017 Já og þá var ég mikið að reyna að skilja þá var alt-right hreyfingin komin upp og hún svolítið höfuðstöðvar í Texas í Austin það er höfuðborg Austin er höfuðborg alt-right hreyfingarinnar og það er til dæmis tilkynnti Trump framboð sitt í Austin og ég var mikið að spjalla þarna við fólk og líka, þú veist, ég las þessar bækur hans Andrew Breitbarts þessar 2 sem hann gaf út og að því mér langaði að reyna að skilja þetta hvað sem sagt hvað þetta og fyrir mér að þá var þetta einhver mótstaða við endalausa eftirgjöf þú getur ekki bara verið með endalausa eftirgjöf og gert bara allt sem allir aðrir vilja eða ætlast til að þér þú verður stundum að stoppa og koma með eitthvað mótvægi og Það meinar að pendúllinn hafi verið komin of langt í einhverju sumir myndu orða bara í mannréttindabaráttu réttindu fólks til að vera eins og það vill. Já, og þá vill samfélag segja, nei, þú getur ekki verið eins og þú vilt. Þú voru að vera skikkanlegur. Já, ég meina eins og Andrew Breitbart segir, ef þú telur þig hafa rétt að fá að vera bara eins og þú vilt, þá lít ég að hafa sama rétt að fá að vera bara eins og ég vil. Þannig að en síðan kemur náttúrulega margt inn í þetta og það er nú bara eins og með flest annað það kemur margt inn í þetta sem er ekki gott það er til dæmis viðvarandi og í mörgum hreyfingum og hópum og stefnum og svona ranghugmyndir það er sem sagt þráhyggja og eitthvað svona stigma eitthvað og síðan slæðist þarna inn
svona það sem mér finnst vera andstyggð, það að segja mannfyrirlitning, það sem ég upplifi sem þetta er ekki bara skoðun allt í nörtu komin með mannfyrirlitningu, rasismi sem bara eitthvað sem ég bara fyrirlít, ég get ekki á nokkurn hátt tekið undir rasisma, ég sem sagt að fólk einhvern veginn sem sé einhvern veginn af öðrum kynþætti eða með einhvern húðlit eða eitthvað, sé einhvern veginn öðruvísi heldur en eitthvað annað fólk, ég fyrirlít svona og síðan Núna þetta svolítið klætt í svona búning eins og til dæmis, þú átt á því Jón að fólk sem kemur frá þessu svæðum er náttúrulega svo stríðskaðað að það kemur hingað með svo stórkostleg vandamálin í samfélagi að við ættum eiginlega bara að sleppa því. Já, það er aftur á móti rök sem ég get alveg fallst á. Og það er til dæmis telja til dæmis mistök sem að við höfum gert í sæluríki sósíaldemókrata í Skandinavíu. Það er til dæmis, og ég held að til dæmis kannski sérstaklega Danir og Svíar hafi brennt sig á sem sagt halda að það að taka á móti mikið af fólki og senda það einhvers staðar upp í sænska sveit, það muni vera nægja, en það nægir ekki. Og oft er fólk sem er að flýja stríð og einhvern ömurleika, fólk sem er með mjög flókna áfallastreitu röskun og þarf hjálp, og það hef ég til dæmis verið að tala fyrir eins og til dæmis gagnvart til dæmis fjölskyldum og sérstaklega börnum sem eru að koma hingað til að fá skjól hér á Íslandi, að þau verði líka að það er ekki nóg bara að fá húsnæði, þau verða að fá aðstoð, þau verða að fá fjölskyldumeðferð, sálfræðiþjónustu og aðstoð annars erum við bara að ljúga á okkur, og það er alveg þannig, og það er bara staðan að við erum fámennt land og við getum ekki, eins og með flótta fólk, við getum ekki tekið á móti öllum. Það er ekki raunhæft. Það er heldur ekki allir að koma hingað. Það er alltaf færri og færri sem koma. Já, ég veit það, og það kom sem sagt heldur að við tekið á móti á mörgum? Hvað segirðu? Hefur við tekið á móti á mörgum? Við gerðum það á tímabili. Það er að gusan frá Venesúela. Já. Og það sem sagt og það líka skapar ákveðin vanda. Það sýnir svona bjargarleysi stjórnkerfisins og síðan oft geta afleiðingarnar af því verið mjög dýrkeyptar og sárar og valdið svona einhverri úlfúð, og það þarf oft lítið til, þannig að þú veist, við eigum að taka á móti fólki og gera það vel og og fara varlega. Já, ég til dæmis nú til dæmis Reykjavík er svokölluð skjólborg, Icon City, og við sem sagt borgin tekur á móti einum rithöfundi eða blaðamanni sem er ofsóttur eða í lífshættu, og síðast var gestur Reykjavík var rannsóknarblaðamaður frá Eritreu sem var á dauðalista stjórnvalda og sem sagt og fær skjól í Reykjavík í 3 ár, og þetta er bara frábært verkefni. Og þetta er líka, skilurðu, þetta er að hækka
okkar prófíl bara sem borgar og sem þjóðar á stöðum sem að við áttum okkur ekki á. Salman Rushdie stofnaði þetta sko og sko þetta svona network borga allan heim og sko og þá lærir maður það sko þú veist, það eru rosalega mikið af fólki sem sækir að komast í skjól og í raunverulegri hættu en sko þetta mjög kerfi og það bara sagt þegar að borg að fara í svona ferli að verða svona borg að þá farið bara svona krasskús frá þeim ekki taka á móti fólki sem þið geta ekki sinnt segja bara, menn þess að mikið af þessu fólki að koma úr alveg gríðarlega miklum áföllum, sumt af þessu fólki á klínist við gerðanavanda að stríða bara af upplifunum sem það orðið fyrir, til dæmis pyntingum og þið getur ekki bara verið með íbúð og skilu eftir þar vegna þess að það sem hefur oft gerst í slíku að fólk sko bara fyrir út á sporinu það fer gjarnan út í sem sagt neyslu oft út af bara self-medication það að reyna bara að slá á vanlíðan með lyfjum og áfengi og svo hefur bara fólki jafnvel tekið líf sitt sko að því að það einangrast mjög hratt og það með tungumála örðuleika kannski og líka gjarnan upplifir sér sem lítið hortnauga paranoid og þannig að sko og ég sko og ég var fulltrúi sem sagt rithöfundasambandsins í þessu verkefni og ég hef svolítið tekið lærdóminn úr því inn í þessa umræðu hælisleitur, innflytjendur sko að við verðum að gera vel við það fólk sem við tökum á móti og en líka passa okkur að sko að fara ekki offari taka ekki á móti fólki sem við getum ekki veitt viðeigandi þjónustu það en maður gæti sagt að það væri tveir kostir annars verður að taka á móti fólki sem þú ræður við og hins vegar að ráða við að taka á móti því fólki sem kemur sko maður gæti hljóma þannig en það bara gerum við ekki neitt þá tökum við ekki á móti neinum nákvæmlega en þú ert líklega að segja það að við erum að taka á móti slatta en gera það vel og við erum að gera það rétt sko við eigum og líka sko það sem sko viðvarandi í þessari umræðu og þessari sko orðræðu eins og nefnir til dæmis eins og Frosta og Logason og Snorra Másson og svona fleiri sem tala mjög gjarnan að það megi ekki tala þessa hluti ég skil ekki hver að segja að það megi ekki tala þessa hluti sko ég hef ekki upplifað það ég hef talað þessa hluti og sko og það hættulegasta sem við gerum að einmitt að tala ekki þessa hluti sko vegna þess að sko eða þessa hluti þessi mál sko og þetta bara eru mál sem við þurfum að tala vegna þess að sko annars bara marinerast einhverjar ranghugmyndir súrnar í skálinni það bara marinerast einhver della sem getur tekið bara heilangan tíma að vinda ofan af og stundum verið að halda fram einhverjum staðlausum stöfum sko sko umfang þessara mála og það var nú ein hystería sem greip sig hér skúr upp á Miðnesheiði sem að leigubílstjórar hafa verið að leita í og grilla sér ostasamlokur og pissa og eitthvað spjalla saman milli túra og sem gamall leigubílstjóra veit ég nákvæmlega hvað þetta sko og svo eru einhverjir leigubílstjórar sem eru sko múslimatrúar sem eru múslimar og íslamstrúar og og þurfa að biðja og snúa sér að Mekka 5 sinnum á dag
og sem að ég hef bara séð og upplifað og sé ekkert athugavert, mér finnst þetta bara athyglisvert og að sjá fólk biðjast fyrir í einlægni finnst mér bara mjög fallegt og og minnst að sýna bara auðmýkt og og þetta þú veist, og þau eru ekki abbast upp á neitt, ég bara upplifa þetta, þú veist, þau bara eru með sína mottu, biðjast fyrir og engin hávaði eða neitt sem fylgir þessu. Allt í einu ríkur upp einhver hysteri að þarna sé verða orðin nyrsta moska í heimi og eitthvað svona, og svo rá ég fréttum að Ísafía hefur ákveðið að loka skúrnum, þannig megi ekki lengur fara og pissa þarna og grilla sér ostasamlokur sko. Og þú veist, ég tek ekki undir svona sko, þannig að en svo náttúrulega þetta, eins og þú segir, eins og pólitík til dæmis eins og á Íslandi, þá þessi tilhneiging gjarnan í stjórnsýslu og svona hvernig við leysum vandamál, og ég hef sagt það að það ekkert vandamál svo flókið á Íslandi að það megi ekki leysa það með því að banna eitthvað og eða gera ekkert og ég veit alveg að það lausn sem að einhverjir tala fyrir, að skynsamlega sé að loka landamæri og eitthvað svona, það ekki rétt vegna þess að það setur okkur líka bara sem þjóð í svona alþjóðlegu samhengi mjög sérkennilega stöðu og við erum meira kannski að vinna í því að svona vinna okkur upp í áliti með annarra þjóða, vera þjóð meðal þjóða og svona Trump nú að bara banna fólki að koma frá, ég man ekki hvað listin langur, 10 lönd, þess að bara farið ekki að koma. Já, ég meina hann náttúrulega áður við byrjum að tala um Trump, þá ætla ég að fá að tala um hann af því að þú eins og sér í lagið, þá eru skilið alls konar bolt eftir sem ég að reyna mun eftir að taka upp. Eitt sem ég langar að spyrja það, því ég hef alltaf spurt fólk í helgispjalli hvernig að mann fyrst eftir sér og mér langar að spyrja það því, en líka langar að því að tala þegar þú tryggjar og hleypur fram að húsþakinu og blessunarlega lendur í sandbing. Manstu hvað varst að hugsa? Nei. Manstu eitthvað hvað þessum dreng gekk til þegar hann í þessum eins og kalla æði þegar ég var þegar bara stjórnlaus, manstu hvað gekk á? Nei, ég held mig grunar að ég hafi verið bara yfirfullur af streitu sem barn, ég held það og einhverja þrápar eftir að gera eitthvað til að losna út úr þessari miklu streitu, en mín fyrsta minning, og það líklega, þá hef ég líklega verið 2 ára, það var þá, og þetta mjög skýrt, sem sagt ég í svona einhverjum húsgrunni og það stór sög og ég að saga spýtu og pabbi stendur fyrir aftan mig og með hendina sína utan hendina mín og að saga og mér fannst þetta svo magnað að ég væri að saga spýtu og ég vissi ekki alveg hvort það var ég sem var að saga eða hann, við vorum saman og þessa minningu á ég og síðan önnur minning og það svo skrítið og það eitthvað sem mig dreymir mjög oft, ekki mjög oft, ég segi það nú ekki, en mig dreymir að stundum. Það gaflinn á það í rauninni þá vesturgaflinn á barna- og unglingageðdeildinni á Dalbraut sem sagt sem að var alltaf einhvern veginn sérkennilega appelsínugulur og ég man alltaf eftir honum bara, en ekki man ekkert eftir Dalbraut, ég var þarna á leikskólanum, ég man ekkert eftir því, en ég man alltaf eftir þessum gafli
En þú mátt ekki að þetta samskiptum það sem maður verið. Nei, þú mátt ekki að þú hefur verið í reyndi meðferð eða. Nei, ég man ekkert eftir því. Og ég hef lesið sko og ég birti nú sem sagt mikið af þessu til minns í bókinni minni Indjánin bara af þessum læknaskýrslum þar sem að læknar og sálfræðingar að segja mig og svona og ég fengi teikningar sem að ég teiknaði þarna og alveg full mappa af einhverju. Þú tengir það ekki sá drengur, hann ekki inn í þér. Nei, ég man ekkert eftir þessu. Ég finnst það stundum að maður sé allt sem maður hefur verið sko, að inn í mér sorgmættur lítill drengur og inn í mér gelgjudrengurinn og einmitt, með gorgerinn sinn og þetta allt saman inn í mér og stundum nær einhver að þessum gömlu mér stjórninni og við byrja að keyra bílinn og það ekki gott. Nei, það er betra að hafa þá í aftursætinu en það er ekki gott að hafa þá í skottinu sko kefla það. Maður verður að þykja vænt þess að já, sættast við þá sko og þá þeir séu svona eins og þeir sko fullkomlega óþolandi já, eins og þeir voru skilur og til dæmis sko svona, ég hef átt erfiðast með að sættast við sko hrokafulla mig ég teki tímabil þar sem ég verið hrokafullur ég á rosa erfitt með að horfast í augu við það en annað á ég ennþá erfiðara með og það mun mér ekki endast lífið að takast það við og það er sjálfsvorkunnar sko. Það er sko ég á ofboðslega erfitt með að finnast væntum þann hluta sko og sem hefur bjósið til eitthvað svona rakan helli og snökti þar inni og fann nagla og leðist en sko sko það er kannski það líka það sem við vorum að tala áðan sko með vandamálin sko að oft er sko lausnin sem sagt svo að bara að standa upp af naglanum sko. Það þarf ekki að tala endalega mikið hann sko. Takk samt fyrir það. Annað sem þú sagðir að þú varst að lýsa stjórnmálunum og þú væri svolítið öðruvísi heldur en svona megin þorri þingmannanna og það væri svona krakkar sem hefðu farið í gegnum svona sína menntaskólaklíkur og mér finnst þetta stundum eðli stjórnmálaflokkana. Þetta eru svolítið svona vinsæla krakkaklíkur og hvernig málin eru leyst, það eru svona alltaf svona bara skynjaða hvað er eiginlega inn í dag og svona þannig að stundum vantar bara svona alvöru svona hugmyndarlega deglu. En þú talar því sem svona utangarðsmann í þessu en raunverulega ertu af einhverju svakalegri klíku sko, þú varst að tala Hlemm og ég meina var ekki Birgitta þar eða var það á Núpi sem þú hittir hana? Jú, ég var á Núpi. Ég tók viðtal við Möggustunni hún var á Hlemmi svona með svona seinniskipunum svona. Einmitt, og svo tengdist þú inn í svona sigurmólarnir og Björk og eitthvað bara ein sko mesta harðkjarna klíka sem haft mesta áhrif á íslenska menningu bara yfir mína daga. Þannig þú ert líka innstikoppur í búri sko. Bara í öðru búri. Það er alveg sko rétt og svo er ég líka sko svona opinber persóna á Íslandi sem fólk hefur alls konar skoðanir og hugmyndir og álit á. Bigger than life, þeir eru þakkaðu ýmislegt sem þú hefur ekki gert og skammaðu fyrir eitthvað sem þú hefur ekki gert. Að sko sem sagt sko þannig að ég er ákveðin svona X-faktor líka sko en mér finnst bara mikilvægast líka og ég bara segja við fólk sko að sko ég kem í friði og ég hef engan áhuga á því sem sagt sko að klekkja á neinum eða hýja á neinn og ég sem sagt og þegar það hefur gerst í mínu lífi að mér hafi tekist að klekkja á einhverjum eða hýja á einhvern þá hefur það skilið eftir óbragð og það hefur ekki gert mér vel og ef eitthvað er þá hefur það varpað skugga á mitt mannorð ef ég hef sem sagt sko
sem sagt sko já, ef ég sem sagt leyft mér slíkt, þannig að Ertu að meina í svona þínu gríni? Stefán Einar reyndi nú að nappa þig hérna í spursmálum hvort þetta væri nú ekki ósmekklegt grín finnst þér þetta sæmandi? Já, þetta sæmandi fyrir forsetafröðu þetta? Sæmandi, þú veist það er náttúrulega ekki að svara. Hefurðu skoðað svona dótið þitt, hvort það sé eitthvað sem að í gegnum tíðina? Já, og er eitthvað sem að horfir á og hugsa bara, holy shit og finnur til skömmustu sko, já, ég hef átt sko samtöl við fólk sem að stundum hefur verið ósátt við einhvað ákveði grín sem ég hef gert, eitthvað sem ég hef sagt eitthvað tímann En hefur grínið þitt beinst að tilteknum persónum? Nei, ég hef sko ég forðast þá við Sigurjón báðir sko Sigurjón kannski hefur svona meiri tilhneigingu til þess heldur en ég oft vegna þess að hann veit einhvern veginn meira hluti sko og sko ég til dæmis sko eins og varðandi pólitík sko að því að stundum hef ég leikið eitthvað í skaupinu það eru fengið að leika eitthvað og ég leiki eitthvað og það var kannski tengst eitthvað pólitík en ég hef ekki vitað þegar ég var að leika það hvað þetta snerist sko og sko þannig að svona stundum hefur þetta nú kannski svona mest verið á samfélagsmiðlum sko eða sko eða sko til dæmis Þetta er alltaf, þetta heyrist ekki í mikrofónunum. Nei. Við heyrum svona tikkaður sjálfstæðisflokkurinn að byggja blokkir hérna á hliðinni. Já. Það eru alltaf þessi peningagreið. Sko, ég til dæmis sko, til dæmis í kosningabaráttunni sem er besta flokkinn til dæmis sko, þá var það kosningabarátta, það var gjörningur og það var persónulega aðgerð sem að varð að hreyfingu og líka heimildamynd. Gaukur Úlfarsson var að gera þarna heimildamynd við vorum bara á þeim tíma sko svona málkunnugir og stundum sko var hann að biðja mig að gera ákveðna hluti, einhverju samhengi getur gert eitthvað, búið til eitthvað upplöp sem sagt eða þú situr þarna og getur sem sagt látið eins og þetta sé ógeðslega leðilegt sem sagt alltaf ok og þannig að þetta var sko og og það fannst mér sem eftir á að hyggja sko kannski að því þá þegar ég gerði þetta þá þekkti ég ekki þetta fólk, ég vissi ekki út á hvað þetta gekk og sko Þannig að það var meira diss í myndinni heldur en þú hefur kosið? Já, sem sagt sko Ég meina eftir einu dissi það sem að þú ert að held að sé í myndinni þar sem að labba frá mér skóla fóketta og segir hann sé klæddur eins og Hanna Birna Já Þegar hún var með svona blúndur svona held ég frá henni hérna steinunni held ég að sé tíska en hann er líka með þannig blúndur Já, svona púff eitthvað. En er það svona diss? Já, og og að því að líka sko hlutir sko að því að orka er allt og sem sagt sko og komedía snýst að öllu leyti tímasetningu. Þannig að þegar að þú segir eitthvað í einhverjum tíma eitthvað að þá stundum eldist það illa eða skoðast ekki í samhengjunum sem það er sagt í og sko þannig að það var svona sko sem sagt sko margt sem að breyttist að því að sko ég varð valdið
þetta lukkaðist og ég varð valdið og allt í einu var ég sko ekki prakkarinn sem var að hæðast að valdinu og fulltrúum valdsins. Ég var valdið sjálf. Þú getur ekki lengur sparkaði fyrir þig. Nei. Og það skemmir svolítið húmorinn. Það gerir það sko og ákveðin hátt varð ég náttúrulega kannski fórnarlambið í eigin brandara sko og svona þetta með sko hvað ég vissi lítið þessa hluta á þessum tíma, ég fylgdist ekki mikið með þessu og þarna vorum við að klára sko kvikmyndina Bjarnfreðarsson og hún var frumsýnd, ég var búin að tilkynna eitthvað bestaflokkin og Logi Bergmann var þá með þættina sína og Logi í beinni og Stöð 2 og baði mig að koma í þáttinn til að kynna myndin og að sína eitthvað trailer eða eitthvað í þættinum og já, ekkert mál og ég kom þarna og hún Stína sem var sminka þarna, bara gömul vinkona mín, hún þarna og það að koma kona úr viðtalið við Loga og hún sest þarna í stólinn og sjálf að þrífa af sér smink svona með tissjúi og ég stend þarna og hún, þessi kona lítur á mig og segir já, sæll og blessaður og já, sæl, sagði ég og það rétt sem ég var að heyra, þú værir að fara að bjóða fram í borgarstjórnarkosningunum? Já, besti flokkurinn, besti kosturinn, mann ég sagði, þetta var besti flokkurinn, besti kosturinn, þetta láti að vera svona eitthvað svona allaríslegt slagorð og já, einmitt sá hún og stóð upp og tók kápuna sína og sagði já, og þá sjáumst hún í kosningabaráttunni, já, algjörlega, sagði ég og svo fór hún og ég settist í stólinn hjá Stínu og svo heyrði ég að hurðin loka, svo leit ég á Stínu og sagði, hver var þetta? Og þá, veist ekki hver þetta var? Nei, þetta var Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri. Já, er hún borgarstjóri? Það var í fyrsta skipti, ég bara Þetta að taka ákvörðun með maganum og hjartanu en heilin var ekki með þetta. Nei, og svo sko þú veist, var fleira fólk þarna sem að svona tengdist inn í þetta sko og annað sem að ég til dæmis fattaði til dæmis ekki sko og þú hefur náttúrulega kynst vel sko sem sagt innri átök vinstrisins sem að sko Gaukur Úlfarsson náttúrulega gegnum sín tengsl var svolítið innviklaður í, það er að segja VG sem ég vissi ekkert og svona annara kynslóður, pappans var nú mikið í Alabalið ekki? Já, og þar voru sko borgarfulltrúar sko VG eins og Sóley Tómasdóttir til dæmis og þá var eitthvað innbyrðis og eins og ég segi að vera að tala, oft verið að spurja mig til þess að því á þingi verið að spurja mig, það rétt að fólk í ólíkum flokkum þó það sé að rífast í Alþingi þá það vinnir fyrir utan Alþingi og ég segi já, það er bestu vinnirinn eru yfirleitt fólk í einhverjum öðrum flokkum. Það er til en það er ekki algilt. Það er til en það er ekki algilt. En sem eru bara í sínu klani. Já, en sárustu átökin og erfiðustu samskiptin eru innan flokkana. Ekki utan þeirra og og það var eitthvað svona held ég þá sem að Gaukur hafði einsinn inn í myndin og var að gera sér kannski mat úr, ég bara vissi ekkert annað dæmi Ólafur F. Magnússon sem var borgarstjóri ég lék í einhverju atriði, í einhverju skaupi sem tengdist einhverju sveitarstjórnarpólitík, einhverju Reykjavíkurpólitík og ég man bara eftir því að Ilmur lék Gísla Martein Ilmur Kristjánsdóttir og það fannst mér ógeðslega að fyndið en Gísli Martein var eini maðurinn í þessu sem ég vissi hver var menn þess að ég þekkti Gísla bara frá RÚV Ólafur F. var bara maður sem ég
sem sagt vissi ekkert og kom síðan að því að var heimilislæknir foreldra minna og og ætlaði alls ekki að hæðast að honum eða, veist, hann var í svolítið veikri stöðu, hann var átti í svona handlegum áskorunum og hafði verið veikindafríi og persónulegum erfiðleikum og svona, og ég hef lagt mig fram líka bara í líma við að hæðast ekki af fólki sem á í veikindastríða eitthvað svona, ég bara, þú veist, og líka bara sem bara manneski, en það kom svolítið þannig út, og fyrir honum þá var ég einhvers konar óvinnur hans, þannig að svona oft raðast hlutirnir upp að því að þú áttar þig á því að raunveruleiki þinn ekki alltaf raunveruleiki annara. Eitt hefur þetta lýsa bestaflóknum og þú veist ekki eins og hvað borgarstjórinn er. Einmitt, samt ertu einhvern veginn viss það að þetta sé rétt. Á hverju heldur það að þú sem veist ekkert borgarmálin komir hann inn og lendir á bara einhverju stóru námskeið það hvernig þetta reka þessa borg. Á hverju heldur samt að þú hafi verið rétti maðurinn til að stíga þann inn? Ég hef ekki hugmyndu það. En á hverju heldur þú það? Þegar þú horfir tilbaka þá horfir á það að þetta var rétt ákvörðun hjá mér. Ég gerði gagn. Á hverju ertu svona vissu það? Þú veist, maður getur náttúrulega... Er ekki lágmark að vita hver borgarstjórinn er, Jón? Ég Ég er bara að reyna að skilja þennan kjark. Já, þetta er líka svona ákveðið hugsunarleysi og fljótfærni og leið til að losna út úr þarna var náttúrulega pabbi og síðan í hruninu mér fannst allt í einu blossa upp svo mikil illska og persónlegar ávirðingar og þessi búsáhaldabylting þar sem ég sá fólk öskrandi á alþingi og fyrir innan voru ringlaðir alþingismenn og svo stóð lögreglan og pabbi var lögreglumaður og ég sá ekki, þú veist, og fólk var að henda einhverju dóti og hrópa ókvæðisorðar lögreglumönnunum og ég sá bara svona óttan í þeirra augum og og mér fannst þetta bara einhvern veginn, þetta hafði bara mjög mikil svona tilfinningalega áhrif á mig, olli mér mikið til streitu. Þú varst ekki á Austurvelli og hefur aldrei verið þar? Nei, ég rölti þarna niður eftir stundum og bara einhvern veginn, þú veist, að ég býða rétt hjá, bara til að sjá hvað var í gangi og svona, og svo þegar ég sá æstan múgin ryðjast þarna inn í þáttinn á Stöð 2, það sem að Kryddsíldina áramótin og sá okkar allra besta öndvegismann og mesta ljúflingsmann sem ég á ævinni sem er bæði gáfaður og velgerður sem er Eyþór Árnason sviðstjóri og ljóðskáld þegar ég sá dásalegu maður sem að setti að mörguleiti blæinn á Stöð 2 þegar það var alltaf svo gaman að koma á Stöð 2 þegar það tók svo vel á móti manni það leið öllu svo vel í settinu sem að ég hef alltaf verið alltaf með okkur læri RÚV þetta ekki því að það er aldrei tekið á móti manni á RÚV bara öðlingur og meistari og ég sá hann þarna skelfingu lostinn og ég hugsaði er ég að fara að sjá bara eitthvað fólk ráðast á Eyþór á að berja Eyþór sem sagt fyrir þetta allt saman og og svo lék ég þarna í einhverjum skets í skaupinu sem var þetta helvítis fucking fuck sem sagt og mér fannst það lýsa bara einhvern veginn minni upplifun þú veist, mér fannst ekki þess virði að finna einhverja sökudólga eða neitt og bara að maður reyna að koma að staði hvað fór úrskeiðis og hvernig getum við lagað það og ég einhvern veginn sem sagt fór inn í þetta á mörgum ólíkum forsendum og síðan þegar við stóðum upp með það að þetta hefði tekist og við vorum sem sagt 6 sem að höfðum að vera kosin inn í borgarstjórnum við héldum fund í kjallaranum á Hótel Borg og þá ákváðum við ætlum að gera þetta eins og vel og við getum við ætlum að gera þetta okkar hátt en við ætlum samt að gera þetta vel
og við ætlum ekki að gefast upp. Við ætlum að sýna öllum að það hægt að gera svona. Og það svo magnað að, þú veist, við fórum í gennum 4 ár og það var enginn af þeim sem var kosin inn í borgarfulltrúum sem hætti. Við héldum þetta öll út allan enn tíma, gerðum þetta vel og gerðum eins vel og við gátum og skildum eftir okkur ákveðna arfleið og ákveðna fyrirmynd og höfðum áhrif á mjög margt. Við sköpuðum pólitískan stöðugleika í borginni í fyrsta skipti bara mjög langan tíma og við náðum að... 3 meirihlutar kjörtímabilið undan. Já, og hérna... Fleiri voru ekki 4. Já, þetta var bara, algjört hafarí þarna áður, og við náðum að setja, orkuveituna í ákveðið prógram og það kostaði bara heilmikið hugrekki, vegna þess að ég þurfti, þó að ég náttúrulega var ekki, þú veist, hugmyndafræðingurinn að þessu alveg, þá þurfti ég að skilja þetta, vegna þess að ég þurfti að bera ábyrgð á þessu, ég þurfti að skrifa undir þetta. Það var þetta orkuveituna, hækkuðu ekki bara reikningarna? Jú, en við bara borguðum okkur út úr þessu. Það var skilyrði sem sagt Evrópska fjárfestingabankans sem var stærsti lánadrottinn, það var sem sagt að til þess að framlengja í lánum þá yrðu þeir að sjá skilaboðum það að við ætluðum að gera eitthvað og annars yrði bara gjaldfellt og við sagðum ok, og hvað væru skilaboð og ég var á þessum fundi og þeir sagði hækka gjaldskrár og segja upp starfsfólki það væri nóg fyrir okkur og við sagðum ok, hvað þurfum að segja upp mörgum, þeir segja upp 20% starfsfólki og hækka gjaldskrár 20-25%, þá erum við til í þetta, annars ekki og þannig að við bara sagðum, og fólk sagði, þú veist, þetta ekki að fara að falla í góðan jarðveg að gera þetta uppsagnir og leiðin sem hafi verið farin fram að þessu var að frysta gjaldskrár, það var allt fryst þannig að þetta var gríðarlega óvinsæl aðgerð en ég tók ábyrgð og ég tók þetta, fólk bara öskraði þarna á mig skilur og það var ekki gaman að fara í þessar fjöldauppsagnir í orkuveitunni og standa í líka bara miklu stríði við yfirstjórn orkuveitunar og mjög harðsvíruð pólitísk öfl sem voru þar bakvið og svona, þetta var alveg bara heljarinnar slagur að taka en ég hugsa að þetta bara það sem rétt að gera og sem sagt þannig að ég held þannig oft talað óánægju atkvæði og ég ekkert viss öll óánægju atkvæði séu endilega greidd með óánægju þó þau séu skilgreind sem óánægju atkvæði ég held að oft sé bara þú veist, bara af hverju ekki. Þannig að óánægju atkvæði orðin ráðandi afli í pólitíku okkar heimsluta. Já. Það bara færri sem hafa trú á stofnunum samfélagsins. Ef það óánægjan, það þeir sem hafa bara ríkjandi vantrú á stjórnmálakerfinu sem að sveiflast á mig, það alltaf verið fleiri og fleiri óánægju atkvæði. Já, en ævistarfið þetta að sumleiti húmor og húmor það ekki hægt að tala um hann, það bara svo leiðrætt. Það virkar illa eins og það væri alveg hægt að tala um það til þess eins og fósbræðu til dæmis stórfurðulegt hvað þetta eldist þetta alltaf í gangi og fólk vitnar í þetta eiginlega svona með sömu stöðu í íslensku samfélagi og Friends eða eitthvað, með heitir Amerikana það var alltaf vitni í Friends eða eitthvað en fósbræður eru bara algjörlega hvað myndum að orða það komnir inn í DNA íslensku þjóðarinnar Já Þetta er stórmerkilegt. Já, þetta það ekki gamlir Spaugstofu sketsar, en það svona meira það sem að vera að gerast í fréttum þá vikuna. Já, þetta náttúrulega byggt á svo mikilli innsýn og ástríðu fyrir íslenskri menningu, íslenskri manngerð, íslenskri þjóðarsál og íslenskri tungu. Íslensk tunga hefur alltaf leikið aðalhlutverki öllu mínu og hún líka kannski
einmitt birtingamind þess, ég Coco Puffs kynslóðin, ég að borða Coco Puffs með pappa morgun og pappi að slafra í sig súrum selshaus, skilurðu, af því að sem að besta sem að pappi fékk, ef hann fékk gónur, og eitthvað upp úr súrtunnunni sinni. Þetta ásæðilegt nafn gónur, þetta á ströndunum eitthvað. Er pappinn á ströndunum eða? Nei, hann var Þetta alveg ásæðilegt nafn, Já, gónur, Það er góna á móti, Já, góna. Selurinn hefur mannsögu, það er bara, en og svona tungumálið, ég meina amma til dæmis sagði brekán, það er ekki nokkuð manneski í Íslandi sem hefur nokkuð heyrt þetta. Brekán er bara teppi sem breytt á hana. Og sérstaklega kannski gamlar ömmur sem búa í skonsu inn af eldhúsinu. Já. Og ég meina, margt af þessu gríni okkar, míns og Steina og Sigurjóns og Benna og Helgubróu, beinist að einhverjum íslenskum erkitýpum eða tungumálinu og ég get nefnt sem dæmi svona svo fósbarinn fyrsti sketsin í fyrsta þættinum, þú ert drekinn. Þetta er bara orðaleikja grín, þetta er bara uppfært íslenskt orðaleikja grín. Sem að þú ert drekinn og síðan svona karakterar eins og Indriði sem segir hver á að gera það og ég að gera það. Mér er svo oft búin að heyra þetta og síðan með vöktunum að þá bjuggum við til þessar tvær týpur, Ólaf, Ragnar og Georg, sem eru báðir Íslendingar en tala sama tungumál en skilja ekki hvern annan. Ómögulega, vegna þess að Ólafur spyr hann á 1. maí var gaman í skrúðgöngunni og og það þekkir ekki mun á skrúðgöngu og kröfugöngu, skilurðu, og þannig eru bara og hann segir, kallar í Ólafur og segir, komdu inn með offórsi og Ólafur segir, hvað er offórsi? Það er því að þetta er leikur af það sem að grunnurinn að þessu er tungan og ég held að það sé líka bara eitthvað sem að mér er svo gaman, þetta kom mér á óvart að sjá einmitt ungt fólk vera vitna í fóstbræður. Það var ekki fætt þegar þetta var sýnt. Já, mér finnst það merkilegt og ég tundum einhver hitt einhverja krakka svona út á förnum vegi og segja fóstbræður og eitthvað svona og ég segir þið að horfa á fóstbræður? Já, algjör snild og eitthvað bara. Já, ok, gaman að heyra það. Já, sæll. Og ég menna, Ólafur, þetta orðfæri, já, sæll, já, fínt, þetta er austfiska. Þetta er eins og talað fyrir austan og borga fyrir eystri. Já, sæll. Ég meina, þetta er bara, þú veist, en fólk heldur þetta sé eitthvað sem að hafi bara verið fundið upp af okkur og sé eitthvað sem sé satt á FM. FM-strákarnir eru meira og minna allir austan, Og þannig að, og mér finnst alltaf gaman að að fíblast með tungumálið, íslenskuna, því að hún er svo mikið fyrir mér eins og bara legókuppar, það er þetta kuppa úr henni og ekkert endilega alltaf eftir leiðbenningunum, Eitt sem að í svona gríninu, að þá ert þú að gera grín af svona vinstri mennsku, kannski tengt pappavinum og þess dúettinn sem að eru með dúettinn Plató það sem hefur verið að gera grín af fólki sem að svona réttlætisriddarar myndu Snorri og Frosti kallaði það. Já. Og ég velti við að því að Benni var með ykkur, Benedikt Erlingsson í Fóstbræðrum og hann er líka alinn upp af svona miklu sósíalísku heimili. Já. Og ég hef svolítið veltið fyrir að fá ykkur bara nokkra sem að hafi verið alinn upp af þessu, því maður finnur að það eru svona eitthvað átök við sósíalismann sem að var messað yfir ykkur við kvöldvaraborðið. Þeir eru mjög ódælir í einhvern veginn, þeir eru með einhvern svona innbyggða höfnun á einhverjum sem að telur sig vera komið með sannleikann og hrökkvið tilbaka.
leita skjóls í einhverjum anarkisma eða eitthvað staðar. Eins og í Benni kemur hérna oft og að tala pólitík. Hann er alltaf að reyna að vera eins óþekkur hann mögulega getur. Og helst að augra mér einhvern veginn því að hann heldur að ég sé pabbi sinni eitthvað. Það er við erum náttúrulega sem sagt sósíalistar í krísu sem sagt og Benni líka bara á svipum tíma og ég held að hann var að lesa Kropotkin fyrst eftir einhverju þrá eftir einhverju öðru ég Þeir eru svolítið eins og einhver sem er alinn upp á kristnu heimili og er bara reynir allt í lífinu annað en að vera kristinn. Já, það er svolítið þannig, skilurðu, að maður er einhvern veginn að reyna einhvern veginn að lenda í sjálfum sér, eftir að hafa farið ótal krókaleiðir í kringum hluti og það er ég bara eins og ég hef reynt að vera kristinn þá er mér ekki alltaf tekist alveg vel og ég hef líka sagt ég hef svo reynt að vera vinstri maður en ég hef aldrei orðið betur en svo vondur vinstri maður ég sem sagt svo er það bara einhvern veginn, þú veist, ég þú veist, ég er náttúrulega svona sérvisku púki og svona þannig að Og sérðu í gegnum svona upphafna svona sannfæringu fólks að það hafi svona rétt fyrir sér og sé réttu megin sögunar og lífsins og þá frekar þú tilbaka. Mér finnst það forréttindi sem að ég á mjög erfitt með að taka mér að þykjast það var rétt fyrir mér. Ég get sagt, þú veist, það sem mér finnst eða það sem ég held en mér finnst það oft vafasöm forréttindi sem sagt nema maður þurfi eða þú sett í þeirri stöðu og þurfur að taka ákvörðun og það er það sem stjórnmál gangi út á. Fólk heldur að það gangi út á alls konar hluti, þetta gengur fyrst og fremst út á að taka ákvörðun og að vera manneskja sem er treyst til þess að taka ákvörðun, eins og vill enginn taka ákvörðun og taka afleiðingunum af því að taka ákvörðun og líka að verja ákvörðun og standa með ákvörðun. Og skipta skoðun. Og skipta skoðun. Og skipta skoðun. Já, og ég sem sagt ég ætlum að segja mikla trú á málamiðlunum. Minnst málamiðlanir bara frábærar. Ég líti ekki svona niður á málamiðlanir eins og fólk virðist gera og heldur ekki tísku. Fólk segir þetta punk, þetta var nú bara flott til að byrja með, svo var þetta nú bara tíska. Minnst bara tíska bara mjög áhugavert og En er ekki fólk að vísa í það eins og maður geti sagt þetta bara módernisman þegar hann kemur fram að það er hann fullur af orku og drifkrafti og sprengikrafti en svo allt í einu verður hann bara þegar menn fara að kópera stílinn og blæginn og þetta er eiginlega steindautt þótt þetta einmitt, en þá finnst mér þetta er orðið kirkjan en ekki andinn hvernig sem orðar þetta áðan Jú, lögmálið, já, þetta fer að snúast lögmálið og en ekki inntakið og mér finnst það alltaf aðalatriðið í öllum málum og eins og pönkið fyrir mér var hreyfing sem var gerð úr svo mörgum, var fjölþjóðleg og hún snerist margt meira heldur en bara rocktónlist. Má ég stakka það, því ég nefndi áðan að þið eru svona harðgerð klíka sem að kemur af Hlemmi og svona sykurmólanir og það kringum með mikil áhrif á íslenskt samfélag. Fyrir svona X-kynslóðin. Já. Nú er allt í steik í heiminum. Já. Er það ykkur að kenna, gerði þetta á ykkar vakt að nú ætti þið raunverulega að hafa
Já, sko, ég held með mig, ég held að ég hafi ofnota kaldhæðni. Ég held ég hafi reynt að leysa ofmörg málnamál með einhverju kaldhæðni athugasemd. Og sko... Verður það að reyna að venja af henni? Já, svona fíniserana og líka, sem sagt, sko, mín gamla leið að lesa allt líka með bulli og sem sagt, það hefur verið mín leið, sko, til að, leysa úr innri vanlíðan minni með því að segja eitthvað bull og sko og svona og ég að reyna aðeins að svona stemma það af bullið og kaldhæðnin sko ég nú bara að fara og hef verið í því skakvart börnunum mínum sko þannig að get ekki tekið dæmi bull og kaldhæðni sem í sama sko krakkarnir mínir þegar þau hafa sagt sko sko og svo þreyttur ég segi já, aumingjar eru alltaf þreyttir og ég held pabbi, ég held ég sé veik já, það er ekki skrítið, aumingjar halda alltaf þessi veikir þetta hefur alltaf sko, þetta grín, þetta kaldhæðni nauðar ég fylgis ekki eftir og ég segi svona bara mæla þig og svona ójöður veik þá bara er ég góð við en sko ég hef gert svona þú veist ég náttúrulega labbaði með pappa mínum ég rakkaði með móðukanarönd og var rekin úr kjötborunni í Glæsibæ sem er að vinna því ég var með móðukanarönd og ég kom heim og pabbi var heima og ég var svona 13-14 ára og pabbi sagði, hvað, hvernig ekki að vinna? Ég sé að vera rekin, og ég fór að grænja pöngari fyrir faman lögupappa minn með móðukanarklippingu og rek á hverju og hárur á mér, pabbi horfði á hárið á mér og svo hvað er það hárinu þar, hann sá ekki þetta og ég segi þetta ekki þá stóð hann upp, fór í frakkaninn sinna og sagði, kottu og svo sagði hann ekkert, svo keyrðum við, hann fór í Suðver og þar fórum við með Hagstofustofuna og ég labbaði bara með, ég vissi ekkert hvað hann var að gera ég hugsaði hann alltaf að láta hann fara í klippingu með mig eitthvað, konan í akkurstinu horfði svona ákveður og svona spyrjandi og pabbi sagði, ekki áttu hárkollu eins og svona strák, sagði hann og konan horfði svona á mig og horfði á hann og jú við erum með kottur og ég fekk ég hárkollu og pabbi keyrði mig aftur í Glæsibæ og sagði, já, nú færðu vinnun aftur og ég fór hann inn og labbaði hann til Guðmundar verslunarstjóra og ég sagði, er þetta í lagi? Og hann horfði svona á mig svona einhverju forundran sko og sagði, aumingja, elsku Jón, ég sem batt svo miklar vonir við þig og ég fekk ekkert vinnuna sko hann held að vera að hæðast að sér með því að koma með hárkollu ég veit ekki, þetta er bara svo skrítið skilur og þarna tristi ég pappa svolítið, en sko svo gerði ég þetta eitthvað tímann og þetta er í hugsunarleysi labba ég inn með syni mínu sem er svona 13-14 ára við förum inn í apótek, ég man ekki var að ná einhver lyf eða eitthvað og það er enginn í apótekinu afgreiðslukonan horfir svona okkur og segir, geti aðstofað ykkur og ég segi, já, átti ekki smokka eins og fyrir svona strák skilur, þetta er bara og þetta svona, skilur og þetta er bara svona ekki boðlegt með 13 ára dreng nei, þetta er ekki boðlegt, skilur mér fannst þetta fyndið, honum fannst þetta ofboðslega óþægilegt og hugsanlega eitthvað smá fyndið eftir á eða eitthvað en sko þetta eru hlutir og þetta gagvart vinum mínum og svona sko sko þetta er eitthvað svona líka bara gagvart fjölskyldunni og sem að ég hef verið að bara að laga, þú veist, þetta svona kaldhæðni og einhvern veginn sko níhilismi sem að sko ég held að við höfum sko á margan hátt svona en þú veist það er allt á rétt á sér sko þú veist þegar maður skoðar í samhengi og sem afleiðingu og grundvöld fyrir eitthvað annað
að þá það nú oft þannig að svona, þú veist, einhvað sem að manni finnst neikvætt grundvöllur einhvers jákvæðis, skilur, þetta svona En kaldhæðni, ég held að Hallgrímur Helgason hefði einhvern tímann verið að segja að við værum kaldhæðna kynslóðin. Einar Már Guðmundsson sagði eins og já, við erum þannig að það var að meina sinn árgang, allir hans ekki fættu 54. Já. Við komum svona og seint í byltinguna, bönkuðum og var hleypt inn, en þið komuð og bönkuð og var ekki hleypt inn. Nei. Því að sko 68 kynslóðin hérna fyrir ofan mína kynslóð. Já. Og hún var náttúrulega vissi allt og kunni allt og rosalega sjálfhverf og tekur yfir allar útastöður og spila bara músíkina sem þau spiluðu í úlingaherbygginu sínu og heldur að það sé bara viðmun alls. Fyrsta almenna kynslu Íslendinga sem háskólamenntun. Já, alls konar. Það að kynslu sem kemur eftir notar einmitt svona kaldhæðnina. Og Hallgrímur sagði þetta einhvern tíma, þá var hann að tala um að þetta væri eiginlega að við þyrftum að fara að losa okkur við þetta. Og þá svona hugmyndin að kaldhæðni að sé hinum með þessi einlægni. Og svo sem kaldhæðin, hann geti ekki verið einlægur. Já. Er það þannig? Nei, ég er sko, og það er... Þú ert einlægur og kaldhæðin? Já, það nefnilega sko, einn af styrkleikum mínum sko, sem pólitíku sko, að fólk veit oft ekkert almennilega hvernig það á að takast á við mig sko. Og oft fer fólk sko svona snautlega frá viðuregn, skilurðu, og sem sagt að því ég get verið sko svona léttur eða mjög beinskeittur og svo allt í einu persónlegur. Þannig að ég er svona náttúrulega ræð við kannski mismunandi aðferðafræðir. Þú líðir ekki samkomleina sem við hittum, stórum að ræða saman og það er svona samkomlega við að vera að tala á þessu forsetum. En þú ert bara óþekkur og getur allt í einu talað við mig héðan frá eða héðan frá. Þannig sumilegt ertu bara ódæll. Myndi maður halda að svona skver fólk myndi líta á þig? Já, en ég menna sko... Þú voru ekki að ræða þetta á þessum forsetum hérna? Já, náttúrulega. Þú að þetta er þessi persónumál, þetta er alls ekki persónumál. Nei, þetta var oft sko umræður eins og í borgarstjórn sko, að allt í einu er þetta allt persónulegt og ég var að segja þetta er náttúrulega persónulegt. Við erum að tala mína persónu, það er persónulegt. Já, og þú ert embættismaður, þú ert opinber persóna. En ég ætla einmitt að spyrja það þessu, því að eitt af því sem þú hefur gert er að skrifa bækur. Já. Og það eru svona svo kallar, er þetta ekki kallað sjálfsskáldsúr, skáldæfisúr, sem er svolítið svona bókmenntagrein sem eru vaxið og kannski tilheyrir tímum, kannski svona identity stjórnmálana og með bara jákvæðnu sín, það sem að við erum að gangi gegnum tíma, það sem að er svona endurmat á því hverju við erum og alls konar fólk var rödd, ADHD fólk og lesblind og allir að tjá sig. Og þú skrifar bækur þig og þú ert að reyna að skilja heiminn og líklega gefið þetta út til þess að ég geti skilja heiminn, en þú gerir það alveg í gegnum þig. Þetta er svona einkanleg sín. Já, sko... Af hverju skrifar þú svona? Sko að því að þetta er í rauninni sko þessi hugmynd að ég myndi skrifa þessar bækur, þetta kemur svolítið út frá tvíhöfða að ég var að segja þessar sögur og fólki fannst sko áhugavert að heyra þetta og þetta áhugavert sem varst, ég var að hlusta á þetta þáttinn og áhugavert sem varst að segja þetta og áhugavert sem varst að segja ömmuðinn og áhugavert hvernig þú og ég vissi ekki eitthvað þetta og eitthvað svona og þannig að sko ég skrifaði þarna Indjánan sko og ég var nú svolítið svona búinn að svona gefa það frá mér að vera mikið, ég væri bara komin í grínið og væri bara að skrifa það og sko og síðan þegar Indjánin kemur og hún endar, hún er ákveðið tímabil og hún svona
þótti nú ekki spennandi þarna svona í fyrstu hún kom út sko, fekk arfaslæma dóma og ég man eftir umfjöllun hana þar sem sagt gagnrýnandi vildi ekki eyða orðum eða tíma í umfjöllun þessa bók og það var ágætt þannig hann var ekki þess virði og en síðan einhvern veginn sko með einmitt umræðin ADHD og svona þroskafrávika umræðuna að þá einhvern veginn kom hún þarna nokkrum árum eftir og fór þá svolítið inn í skólakerfið og var mikið lesin í skólum og svona og þá fór að koma þessi kvöð á mig að ég ætti nú að skrifa hvernig var framhaldið og eitthvað svona og þá voru fleiri sögur og þar kemur þá pönkið og þá kemur bókin mín Sjóræninginn og sem framhald af Indjánunum og og svo vissi ég ætti eftir að skrifa sem sagt þriðju bókina og þá gæti ég einhvern veginn lokið þessu og sem sagt sko og þá kemur útlægin og hún var lang erfiðust af þessum bókum og líka lang erfiðust sko bara í útgáfan sko því að þá var ég hættur sem borgarstjóri en var ennþá einhver svona pólitísk persóna og bókin segir svolítið frá tímanum á Núpi í Dýrafirði og margir sem höfðu ákveðna rangumyndir þessa bók og þá sérstaklega fólk sem hefði ekki lesið hana og svo var fólk jafnvel að sko sem hafði ekki lesið bókina var að tjá sig hana. Það var litið á þetta sem svona árás á skólan og skólastarfið. Já, eins og Birgitta. Þín upplifun hafi verið röng. Já, þetta gerðist ekki. Birgitta Jónsdóttir var þá þingmaður, hún kom í viðtali og hún sagðist að hafa verið þarna með mér og þetta sem ég var að segja fyrir bókinni aldrei gerst. Og þetta er ekki rétt vegna þess að sko, af því hún hefði bara ekkert lesið bókina, sko, ég var þarna 2 vetur, hún var bara 1 vetur sko. Og það sem að ég er að lýsa sem sagt svona neikvæða eitthvað svona, það var sem sagt fyrri veturinn minn. Seinni veturinn var bara fínn og eins og bara framkemur í bókinni og þannig að fólk var svona oft með einhverja svona yfirlýsingar bókina á þess að hafa lesið hana og var bara hreint og beint að miskilja eða bara segja ósatt. Og þetta er svona áhugaverð viðbrögð því að það er eins og að fólk sé eiginlega sakað að hafa gert þér upp ykkur sárindi og sársauka. Já, það var heldur að fólk sé að því í svona í þessum bókum svona ljúga upp á sig áföll og sársauka til að fá athygli til þess að geta fengið helgarviðtal til þess að geta selt bókina betur eða hver hugmyndur á bak við þetta að þú sért að segja ósatt? Það sem að það er ekkit í þessu sko sem að er ósatt og sko ekkit í mínum bókum sem er ekki sem sagt sannleikurinn eins og ég man hann best sko og ég segi þetta líka með þeim fyrirvara svona manni þetta en svo er það líka bara þannig með raunveruleikan hann er afstæður og fólki finnst ekki alltaf það sama hafa gerst sko sem sagt óbóðslega var hann hránalegur sem maður, fannst þér það? Fannst þér hann hránalegur? Mér fannst hann skemmtilegur þetta er bara upplifun fólks er svo gjörólík og var hann ekki bara að reyna að vera fyndinn, nei, hann var bara dóni þetta er bara sko það segir meira sálarlífi viðkomandi sko við lifum náttúrulega inn í hausnum á okkur sko Já, ég segi það sem að kannski var þingsatna, ég gef í skyn ákveðin fullorðinn einstaklingur hafi brotið á börnum og en sem sagt nafngreini ekki og það voru margir sem var að segja að þetta og fyrrverandi kennari þarna sem var nú góðu vinur með Björn Hafberg, hann var heitinn, hann var alveg rosalega reiður út af þessu sko, en eins og honum fannst verið að varpa sök á alla kennara og sko en sko ég talaði við fjölda fólk sko sem var með mér til að líka bara samræma heimildir og svona og síðan var margir fyrrverandi nemendur sem að
sko voru þarna svona tíma sem voru ekki tilbúin kannski að horfast í augu við hluti eins og ég var tóku þessu bara alls konar og svo voru aðrir sem sögðu bara að þetta nákvæmlega sem að voru með mér og lásu bókina sem ég alvörunni las hana, sumir bara gátu ekki lesa hana, sumir höfðu bara meira gaman að tala hana á þess að hafa lesið hana og því það gefur fólki oft meira frelsi að tala hluti sem það veit ekkert og sumir sagði bara þú veist þetta er bara eins og hverfa aftur bara, þetta er bara nákvæmlega og ég man eftir þessu skilur, en fólk var kannski ekki endilega að segja það á samfélagsmiðlum, það var meira fólki sem var að halda eitthvað öðru fram svo bara stígu pólitíkusar sko þá frá að vestan skilur, ég meina náttúrulega Reynir Traustason var alltaf að vera þarna Sighvatur Björgvinsson líka vestan skilur Sighvatur frá Flateyri held ég já, þú veist, þannig að var mikið svona lagðist illa í heimamenn sko, sem sagt, og að því þetta var líka pólitískt mál heimavistarskólarnir og barnaverndarúrræði og allt það sko þannig að sko líka bara soldið, þú veist, refur lígur skilur, bara ákveða þannig skilur og en sko en bara þegar við skoðum þetta skilur að senda börn í barnaverndarmálum og í félagslegum erfiðleikum sem sagt á heimavistarskóla þar sem að er sem sagt mjög takmarkað eftirlit og sem sagt og í rauninni engin þjónusta og gæði menntunarinnar sem við erum að fá þarna er ekki ásættanleg sko og mörg börn sem voru þarna þú veist voru bara í mjög miklum vanda áttu bara við mjög mikinn vanda að etja voru bara sem sagt komin þarna á vegum barnaverndarnefnda, ég var það ekki ég var sendur bara af foreldrum mínum sko og sko og þetta er á engan hátt ásættanlegt sko þannig að þetta var gert og skilur stundum eins og ég segi, þú veist, eins og með að senda börn í sveit, skiluru þetta er 50-50, skilur, stundum er bara allt í lagi og stundum er bara eitthvað verulega brogað, sko, þannig að og ef það er talað það sem er brogað þá stígur eitthvað fram og sér ég var þarna og það skaðaði mig ekki og sjáðu hvað ég er vellukkaður Já, en ég menna þetta gerir fólki bara gott, minn Já, en ég menna, þú veist, þetta getur bara eins og með Landakotsskóla, skilur, það bara þú veist KFUM Já, stígur fram fólk og segir frá reynslu sinni svo stígur eitthvað annað fólk sem að við fengir þetta er bara þannig og en sko En heldur að komi fleiri bækur en verða síðasta bókin minn hún heitar Löggan það sem að þú Já, bréf til pappa nei Hefur verið að hugsa það? Nei, Það er nú skemmtilegt forma bóku svona bréf Já, það er það alveg sko Þú ert eftir að skrifa eitthvað, ekki? Jú, ég er með eina bók sem hefur ekki komið út en þá það er Getur þingmaður verið að grínast? Ertu fengið svona ársótið til þess að skemmta? Nei, sko Þú er aldrei verið sérstaklega mikið í því eða? Nei, ég á svo erfitt með Ég hitti Sveppa í gær Já Ég held að hann sé bara alveg þeir drengir eru alveg á full Já. Þú varst aldrei svona veislustjóri Nei, ég á svo erfitt með mikið að drukknu fólki sko. Ég að því að ég veit ekki hvað drukknu fólki gengur alltaf til sko. Og ég veit ekki hvort það er að meina það er að segja og eða sem sagt sko hvort ég er alvara eða hvort það er svona drukki, ég bara skil það ekki og ég á mjög erfitt með að vera innan sko drukki fólk og ég bara gafst upp á því. Það er svona 10 leiti þegar fyrsta klappið og öxlina kemur og Jón, ég leiði mér nú að segja reitt þá ferðu bara. Já, ég
ég hætti því og stundum ég svona hálf smeykur við mjög drukkið fólk og en með grín nema verður að skoða það vel það þarf að vera svona okkur þá nokkuð að landbúnaði, það er svona grín að vera að passa sig mjög vel á öllu sem að maður segir það má ekki vera tvírætt og því þá mun allt sem þú verður að minna úr þess. Þetta eins og að fara á fund í 12-borðsamtökum eða á þing eða eitthvað, allt sem þú segir getur verið og mun vera að nota gegn þér bara það sé ekki sagt í 12-borðsamtökum, það er sagt að þetta handtekinn í Bandaríkjunum. Já, nei en þú veist ekki segja að gera neitt sem þú ert ekki til í að standa frammi fyrir síðan. Nú voru margir og sumir grínarar í Bandaríkjunum vilja gera út á það megi gera grína ykkur, þannig að þetta er eiginlega búið að steipast fram fyrir sig að menn eru bara eiginlega tala að linnulaust að megi gera grína hennu. Er það þannig að við lifum tíma sem er bara erfitt að vera grínari, að geta eitthvað verið með síma og tekið upp það sem að vera eitthvað óviðkvæmulegt og drifti? Ricky Gervais hefur nú talað mikið þetta sem sagt að það sé ekki hægt að leggja grína jöfnu við það sem fólk er að segja ef að fólk er að grínast það sé bara eins og að taka til dæmis bara myndlist sem þú verður eiginlega að segja það sem þetta er í hug, alveg eins og í myndlistin þú verður að mála það sem þú vilt því annars ertu eiginlega bara að ræna mannfélagið þessu innleggi. Einmitt. Er það þannig? Ég þarf alveg að sem pólitíkus að svona vera orðvar og þannig að en það þýðir náttúrulega grínar líka bara vinsamlegt viðmót eða eitthvað svona léttleiki og ég þarf líka að gæta því að svona pólitík hún er viðkvæm, þetta eru viðkvæm blóm þetta er eins og blaðamenn, þú þekkir það þetta er óbúslega viðkvæm blóm hörundsort það er blaðamenn sem finnst það alltaf að hafa leyfi til að segja það sem þetta eftir í hug eitthvað fólk en ef einhver segir eitthvað þá það ekki orð. Ég veit ekki af hverju þetta er svona því að þegar á ritstjórnum sem ég var þá var maður alltaf að segja við erum bara átt okkur á því að við erum með þessi frekt sem við erum að gera, það sem við erum að skrifa eða það fer út allt og eðlilegt við fáum viðbröð á móti, þannig við getum aldrei kvartað við viðbröðinu sem við fáum það bara er ekki í eðli starfsins, en það er þó maður nefndi bara svo Jakob Bjarnar, það má ekki tala fjölmiðla á þess að hann færi bara upp að háa sig en einn árásin í gegnum áfærslu aðför þannig að pólitíkusar eru svona líka viðkvæm blóm og þetta er ákveðnar svona sellur, þetta er ákveðin svona En getur þú verið með eitthvað grín eitthvað uppistand núna verandi þingmaður? Fær ekki allt bara eitthvað annan ég sá nú þig að leika í forsetaframbjóðundinu í leikritinu hans Þorvaldar Já og það svona hálfuleyti var þetta forsetaframbjóði sem var hann á sviðinu Einmitt, það er nefnilega þú losnar ekki, þú getur ekki stíðið það eftir það er nefnilega þú getur ekki stíðið inn á svið og þóst vera bara Jón Gnarr eins og varst fyrir 20 árum Nei, það er nefnilega það sem að ég áttaði með á þegar ég var borgarstjóri að allt var breytt sem sagt og myndi mig eiginlega á það
þegar að ég sko eignaðist mitt fyrsta barn að það áttaði mig á því, þú veist, ég var búin með kannski barn í 2 mánuði, allt í náttaði mig. Hann er ekki að fara? Nei, nú er allt breytt. Hann er ekki að fara þessi? Nei. Það er saman með borgarstjóran, þú verður það til eilíðar. Já, þú losnar ekki við þetta? Það var bara 4 ár, sko. En það situr samt eftir, sko. Þú ert búin að fara ég skal bara minna á það að frá því þú varst borgarstjóri þá ertu búin að fara í forsetaframboð og þingframboð. Já. Ég þetta er náttúrulega ekkit venjulegt, sko. Ég fór þarna í 2 framboð og það, sko ástæðan fyrir því ég fór í þetta forsetaframboð var að mér langaði einhvern veginn til að prófa þetta, mér langaði bara mennst bara eitthvað gaman, eitthvað að gerast og Það hefur verið skorað á þig og áður, eða ekki? Jú, það En er það ekki bara þannig að þú lætur bara undan því að gera það sem fólk vill að þú gerir? Sko, kannski einhverju leyti en ég fór sem sagt út í þetta og síðan sko fóru þessar kosningar eins og þær fóru og mér fannst þetta mjög athyglisvert, sko, þetta var sögulegt, ég skynjaði það allan tíman, þetta sem er að gera hérna er svolítið sögulegt, sko, forsætisráðherra þjóðarinnar er að stíga úr embætti og fara í framboð til forseta, þetta er bara stórfurðulegt, sko, og það er bara forréttindi að fá að vera hér, fluga á vegg og einhvern veginn upplifa þetta og síðan, sko, voru samhliða kosningunum að það voru krakkakosningar og það var sem sagt umboðsmaður umboðsmaður barna og krakkarúf voru með kosningar barna alls land og þær kosningar gjörsigraði ég og ég var nú að grínast með það að einhvern veginn því minni kosningarétt sem að fólk hafði því líklega var til að kjósa mig. Heldur að þú hafi verið átt hluti í kosningasigri Viðreisnar? Já. Alveg tímalaust. Og hvað, dróstu með þér 2 menn? Sko, ég ætla nú ekki að spökulera neitt það en ég sko kom með mjög svona þungavíkt inn í Viðreisn og líka með ákveðin element sem að ég kom með sem að vantaði svolítið upp á til að gera þetta svona kræsilegra og sko og ástæðan fyrir því að ég fór út í þetta var sem sagt krakkakosningin af því að ég hugsaði sko hvernig bregst ég við þessu, hvað á ég að skrifa einhverja barnabók eða á ég að gera einhverja sjónvarpsþætti eða eitthvað og ég hugsaði en þú veist hvað með bara bjóða mig fram til Alþingis og reyna að bara vinna málefnum barna og barna sem að standa höllum fæti eða eitthvað og sem að er svo sem búin að vera að gera alla ævi og ég sagði Jóku konun minni frá þessu og ég var sem að bara bjóða mig fram og þannig nú sagði já en heldur að þessu væri ekkert of mikið fyrir því og ég sagði nei það verða kosningar í fyrsta lagi vor og þannig að ég var alveg góðan tíma og svona bara til að pæla í þessu og svona og svo bara breyttist það og allt í einu bara var ég bara strax komin í aðra kosningabaróttu en sko sko en ég hef náttúrulega í þessari vinnu minni verið að leggja megináherslu á málefni barna og þeirra barna sem standa höllum fæti og sko eins og er kristnu fólki ber skylda til. Já, nákvæmlega. Heldur þú verðir í mörg kjördæmi ég meina þeir sem voru að koma með þessu nú bara hálfur þingheimur og eru að koma í fyrsta skipti þarna er fólk með draumum að vera þarna ná sér fótfestu, náðu kannski að vera formar í einhverju nefnd, síðan að vera ráðherra og enda svo grásprengdur sem forseti Alþingis. Já, einmitt. Er þetta síðasta giggið þitt að vera þingmaður? Já, ég veit það ekki. Enginn veit sína ævina fyrir en öll er mér finnst mjög gaman á þingi
mér finnst þetta mjög merkilegt og þetta náttúrulega merkilegasta stofnun á landinu. Sumi fitnaði svo mikið á kökum hann í eftirmiddaginn. Já, ég borða ekki kökur. Ég sem sagt, ég borða hvorki kökur né sælgæti. Og ís til dæmis borða ég ekki, sko. Ég hef aldrei skilið þetta ísblæti. En þú verður að googla á YouTube börn að borða ís í fyrsta skipti. Það er alveg dásamlegt að sjá það. Því það er eins og það hefur bara allt í raun opnað bara í hlið himnaríki, sko. Já, grípa ísinn og reyna að tróða honum öllum upp í sig. Já, nei, ég ætla mér að ég lengjast þarna. Ég ætla sem sagt að gefa kost á mér í næstu kosningum og ég sko eins og hún Anna okkar söngum, ég til í hvað sem sko. Sko, mér finnst þetta skemmtilegt nema eitthvað komið upp á, sko. Ég sko svona, þú veist að mér líður vel þarna, ég ekki að taka inn á mig mikið. Þér finnst þetta skemmtilegt, en upplifir það að kjósendur þínir séu ánægðir með þig? Já, ég upplifi það, ég fæ mikið og finnur fyrir stuðningi hvað sem við ferð? Sko, nei, bara fyrir það sem ég hef verið að reyna að standa, sem málefni barna og ungmenna, sko, vekja máls á og mér finnst það vera langbrýnasta málið í dag. Ég sko, sem sagt, ólíkt því sem að mörgum öðrum þeim finnst kannski brýnasta málið vera að einhver embættismaður farið til í starfi og hvort það hafi verið gert með réttum hætti eða ekki. En sem sagt það að unglingar á Íslandi séu komin í sem sagt með mikla og alvarlega neyslu á sem sagt efnum sem séu jafnvel að sko valda hjartastoppi og dauð, bara sem sagt 14 ára börn sem bara deyjandi öðru hvoru og sem sagt og fleiri til að vera nauðsynlegt að vera vopnaður. Já, einmitt og vopnaburður og vanlíðan að aukast mjög mikið. Það finnst mér vera stóra málið á Íslandi í dag. Ég veit að það ekkert allir endilega sammála því, en mér finnst það. Það hlýtur að vera viðvörun að bjalla fyrir samfélagið okkar ef að börnunum okkar líður ekki vel. Já, sko, við höfum verið í gegnum tíðina að byggja upp úrræði og lausnir fyrir börn í vanda. Og við höfum lagt okkur fram að reyna að gera það vel og auðvitað gengur það misjafnlega, en við reynum að læra af mistökunum og við reynum að vera gott samfélag sem að gefur börnum tækifæri. Í hruninu, eftir hrunið þá var mörgum af þessum úrræðum bara lokað og svo hefur ekki tekist að endurvekja þau aftur og við eftir að Lækjabakka var loka sem var langtíma úrræði fyrir drengi sem að koma úr neyslu vímuefnaneyslu við erum ekki með neitt úrræði á meðan vandinn að vaxa og fleiri börn eru og þessi vandi að verða margþættari en að verða flóknari og við erum ekki að takast á við hann. Við erum með stuðla sem hafa verið nær óstarfhæfir. Þetta bara óstarfhæft stofnun sem ekki að sko veita það þjónustu sem hún á að gera vegna þess að þarna var bruni, það var barn sem dói þarna, þú veist, ég bara sem sagt sko þetta sko að við séum ekki bara öll einhvern veginn að tala hvernig getum við fyrirbyggt að hlutir eins og gerðust hérna á Menningarnótt síðustu gerist aftur, hvað getum við gert að við skulum ekki bara alltaf vera einhvað að pæla í þessu, finnst mér alveg svolítið skrítið, ég alveg að pæla í þessu og og af hverju skilurðu af hverju gerum við ekkert vegna þess að líka sem sagt að þetta kostar miklu meira að gera ekki neitt og ef við gerum ekki, ef við höfum að halda bara áfram að svona ýta þessu undan okkur
sem sagt sko, þá munum við einn daginn sitja uppi með vanda sem að verður okkur megn að leysa, vegna þess og þá sem sagt sko munum við hafa tapað alveg gríðarlega miklu og það oft að segja, þú veist, hver króna sem sett í nýsköpun skilar 5 krónum tilbaka til eitthvað svona, en þú veist bara hérna allar rannsóknir sína það, bara á alþjóðlega rannsóknir og virtar rannsóknir og Nóbelsverðlauna hafa rannsóknir sína það að skilur hver króna sem sett í barn skilar mörg þúsund krónum tilbaka, ef ekki milljónum, þannig að þetta er einhver besta fjárfesting sem hægt að gera á Íslandi í dag er húsnæði og börn. Þá getur eitthvað sagt, hérna, já Jón, en fyrst verðum við náttúrulega að tryggja það að við höfum efni á þessu og þess vegna verðum við að tryggja það að undirstöðu atvinnuvegin okkar séu samkennisfærir og bla sem er alltaf oft svona að tala um það sko að fyrst verðum við að tryggja að hérna eitthvað svona grunn sem er kannski lögmálið áður en að við höfum efni á fagnaðarerindum. Jú, það er og ég... En vilt þú halda þig fram að fagnaðarerindið eða kærleikurinn hann er bara svo mikilvægur að við eigum að byrja á honum? Sko, ekki endilega en við eigum ekki að gleyma honum. Við eigum ekki að gleyma kærleikanum. Við minnumst á hann hérna í nýjársávarpinu og 17. júní. Já, nei, ég meina, sko, hérna, sko, kærleikurinn er öllu æðri og án hans er allt tilgangslegt og ég segi líka oft bara, þú veist, hérna, lítið varið í lífið ef það er ekki gaman, sko. Hérna, það er lítið skemmtilegt líf sem er aldrei gaman, en hérna, sko, það er svolítið svona, þú veist, ég ætla ekki, mjúkumálin er stundum sagt og mér finnst þetta ekkert vera neitt mjúkmál, þetta eru bara einhver harkalegustu mál sem að við upplifum, þetta er oft mál sem að fólk á bara fullt í fangi með að stíga inn í, skilur, vegna þess að það á engin orð og veit ekkert hvað það á að gera, skilur. Og oft upp á líf og dauða sem að kannski loðnuvertíðin er í sjálfum sér ekki. Nei. Og þessi fínt að fá loðnuna, það er ekki upp á líf og dauða. Og oft gott að reyna bara, skilur, sjá þetta ekki og það er oft sagt að enginn sé eins blindur eins og svo sem vill ekki sjá, sko, og hérna þannig að sko einhvern veginn að það sé orðið bara ásættanlegt norm hér á landi að það sé eitthvað stórt hlutfall barna sem er bara í verulega miklum vanda. Ég líti ekki á þessum norm, ég finnst það ekki og við eigum marga möguleika til þess að bæta úr þessu og ég segi líka bara eitt útilokar ekki annað, það að ég ætla að gera sem sagt eldhúsið mitt hreint það er eldhúsdagur, það þýðir ekki að ég ætla að láta stofuna að drabbast niður, skilur, eða ekki taka á móti gestum, eða ekki slá garðinn, skilur. Það er að gera þetta í öfnum höndum og ég skil þetta alveg, skilur, ég veit alveg, skilur. En er þetta að vísa til svona ákveð svona þol fyrir einhverju sársöku í samfélaginu, einhvern tíma þegar var verið að kynna Íslendinga fyrir atvinnuleysi, þar sem að var svona talað um að samfélagið alltaf hafna því. Það var talað um að svona náttúrulegt atvinnuleysi er svona 3%, þannig að það er bara gott að hafa það. Það er svona náttúrulegur sársöki meðal barna er bara svona og það, veistu það, Jón, það bara er ekkert við þess að gera. Það mun, ef þú læknar þennan, það mun bara einhver öðru líða illa. Einmitt. Nei, finnst þið vera svona eins og þól gagnvart einhverjum sársauka sem að þér finnst að við ættum að adressa og gera eitthvað í, að það sé þól inn í pólitíkinni fyrir fátækt? Já, sko, já, kannski og kannski líka bara kannski það að sko ákveðið ónæmi og líka skortur á upplýsingu. Skortur á samkennd? Já, og já, og ég held ofta að fólk bara gerir sér ekki grein fyrir umfangi þessa vanda. Og sko þannig að það sem að ég er að svona berjast fyrir eða svona vinna, hvað maður segir, berjast fyrir svona vinna að og er mitt hjartansmál sem sagt er enduruppbygging stuðla.
það verður að endur byggja stuðla og koma starfseminni þar í skikkanlegt ásakomulag og veita þó þjónustu sem við eigum að vera að veita þessum börnum sem erum ekki að gera og síðan þarf að búa til einhvert langtíma úrræði fyrir drengi. Það verður að vera í boði skilur, þetta er bara eins og að vera ekki með bara einhverja ákveðna læknis, bara ekki bara loka húðlækningadeildin og segja og svo segir já en það er fólk með bara sem er mjög illa haldið á psoriasis, já það verður alltaf ákveðin hlutfall af fólki með psoriasis og bara haltu kjafti, við bara endur opnum þessu til, ég bara hlusti ekki á svona bull og og síðan þarf að gera ákveðnar svona breytingar á barnaverndarlögunum í landinu til þess að geta betur tekist á við vanda barna og svo vantar okkur líka úrræði og ég nú verið til að tala fyrir ákveðnu húsi þarna í Skagafirðinum sem heitir Háholt sem öryggisvistunarúrræði fyrir ungmenni sem eru í afplánun og ég meina það er bara orðin raunveruleiki í dag að við erum með börn sem eru afplána að dóma fyrir ofbeldi og jafnvel fyrir manndráp og og við getum ekki haft þau innan þetta er bara ekki boðlegt og og auðvitað þarf að fjármagna þetta og ég ber fulla veitingu fyrir því og þannig að ég bara er svona rödd sem er svolítið stundum finnst mér stundum að hrópa í eyðimörk að sem sagt að við verðum að gera eitthvað í þessu og já, þannig að þú varst kosið til þess og ætlar að fara að gera það já og þú þarft að, nú er unnið alla daga niður í þingi en þú þarft að fara niður í þing að hlusta á miðflokksmenn já, þau eru með þau kalla mjög mikið eftir í það stjórnarliðar í salnum að hlusta á sig einmitt, já, nákvæmlega og ég meina margt að þessu sem vel segja að þetta er algjörlega ógleymanlegir hlutir sem að þetta verður ekkert að gefa út á plötu Alþingi best of en ég var að lesa nýja bók Churchill, ég hafði nú lesið einhvern mann en svo kom ný bók og ég hún fekk svona glimrandi dóm og ég var að lesa hana og hann var náttúrulega mikill ræðumaður og mikill áhugamaður ræður og ég hef haft svona sérstaka svona ákveðin svona fyndrænan áhuga á íslenskum ræðum sem að mér finnst nú oft svona uppafnar svona og oft gert grín að ræðum og Þú meinar svona hátíðaræðu þar sem er alltaf verið að vitna í Hannes Hafstein Já, og þess að viðkomandi hafi lesið hann stundu fyrst með Já, það er svona og einhverjir svona frasar og en svo fór ég nú aðeins að bara skoða ég náttúrulega skoða aðeins ræður Churchill og síðan fór ég að skoða íslenskar ræður og svona ræður sem hafa verið haldnar á Alþingi Þú nefndi nú eina sögufræði eða svona óbeint, þú veist að tala um Vilmund, það er náttúrulega fræg ræða hans það sem er að tala um tilkvæmsöðurum í pólitík. Síðasta ræðan hans. Þetta held ég að sé, ég held að þessi ræða Vilmundar sé, og samt var Vilmundur fannst mér ekki endilega sérstaklega góður pólitíkus. Nei. Ég mér fannst hann mér fannst hann hann var hann var svo ósamkvæmur sjálfum sér hann gat aldrei einhvern veginn og meiri kannski blaðamaður, fjölmiðlamaður heldur en hann var svo mikill hugsunarmaður í pólitíkinni en síðasta ræðan hans þetta held ég sé
eina bestu, ef ekki allra besta ræða sem hefur verið flutt á Alþingi Íslendinga. Ég held að þetta finna hana bara á YouTube eða ekki? Jú, hún er bara það sem hann flyttur hana sjálfur. Það voru margir góðir hérna í gamla daga sem hann segir. Svavar Gestsson gætur alveg frábær ræðumaður. Hann gætur flutt ræður með viðlugum sem að er mjög mikilvægt. Það sem er svona stef sem að gengur í gegnum það. Ótrúlega vel uppbyggðar ræður. Bara upp úr sér, sko. Einmitt, margir bara, gríðarlegir ræðusnillingar, en svo er oft líka bara sko, þú veist, með ræður og það sem þú segir og svona, að það hefur sko, þú veist, það er ekkert allar mikilvægar sko, það er ekkert allar góðar ræður mikilvægar, skilur, það geta verið flotta ræður og getur hrifist að því og svona, en það skilja ekkert eftir, sko. En svo geta líka vonda ræður verið mjög mikilvægar stundum heldur fólk óbóðslega vonda ræðu sem hefur bara gríðarlega mikil áhrif og Ertu að pæla í þessu hvernig þú átt að halda ræður? Já, ég sko, ég er náttúrulega performer sko, og sko margt fólk sem er að halda ræður ætti nú að fara á einhver framsögu svona námskeið Það getur verið erfitt að kenna þetta því að hver þarf að halda ræðu með sínu nefi, þannig að þetta er svona svipað og bara í öðru listgrein, þú ert að finna röddina þína. Það er ekki gott fyrir að halda ræðu með annarra rödd eða annarra töktum. Það er mikið tekið, sko. Já, ég veit, það bara gengur ekki. Þú ert ofta að fá eitthvað aðra til að hendi ræður fyrir því að jafnvel endurnýta gamla ræður og jafnvel gervigreind, fá gervigreindina til að hendi ræður fyrir því og svona, þannig að sko það er en sko ég er svona mikið að velta þessu og þingmaður í mótun. Já, ég er busi, ég viðurkenni það alveg, þetta er fyrsta önnur mín. Ég held að við munum sjá svona hvernig Jón aktar í þinginu svona í febrúar næsta ári. Þá setur lentur, búin að finna þína rödd. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Ég myndi mæla með að fólk myndi svona hingra aðeins. Já, ekki dæman Ekki svo. Hann er bara fíbla sem að, hann er bara að leita að taktinum. Bítu fram í febrúar. Hann á eftir að tala um annað og með öðrum hætti. Já. Því að það hlýtur að vera þannig að þú munt, hvað sem ætlar eða ekki, að svona einhver leiti að endurskapa þetta hlutverk sem er að vera þingmaður. Þannig að hendi þér. Já. Það er alveg rétt, sko. Minn tími er ekkert alveg kominn, sko. Nú er ég fótgönguliði hana og fyrir okkur liggur löng og mikil þingmálaskrá sem kemur aðlega frá ráðherrunum og ráðuneytunum og þau eru gríðarlega duglega að spýta út frá sér þingmálum. Ertu að lesa þetta, ertu með þetta á náttborðinu? Já, svona sko ég þarf náttúrulega að lesa sko það sem kemur inn á mitt borð ég er í velferðarnefndinni og sko og það er eins og bara eitthvað samræmdar sjúkraskrár og lyfjaöryggi og svona mál sem að ég vera svona slarkfær í að minnstakosti og svo eru svona stóru málin, veiðigjöld og kílómetragjald og salan og Íslandsbank og eitthvað svona sem ég svona þarf að skiluru ég get ekki alveg á tími Vilmundar var þetta ekki sett í svona skúffur fyrir ykkur. Nei. Þetta var svo hlaðið upp. Já. Og þá voru sumir og mér minnir að það hefði verið hann sem að var bara með bunkan á borðinu. Já. Sem gat verið kannski eins og svona hár. Já. Svona hálfur meter. Já. Þannig að töluvert mikið lestur að vera þingmaður. Já. En sko svo það eru þetta að vera lesblindur. Já, en sko ég sem betur fer þá var mín lesblinda sko hún snýr að skrift sko og ég á ekki erfiðleikum með að lesa og svo er ég líka komin með sko gervigreindina að læta hann lesa fyrir mig og spyrði hann að svo var eitthvað merkilegt í þessu og hún segi nei.
Já, ég geri það alveg sko, greinar í erlendum blöðum og svona, og ég segi bara, geturðu, sér þessa grein, og hún segir, já, ég segi það, og geturðu lesið þetta fyrir mig? Já, það get ég alveg gert. Og lesa þetta fyrir mig og mér þetta mjög þægilegt, sko, og þá get ég líka verið að gera eitthvað, ég get verið að sortera skrúfur til dæmis, sem mjög gott, eða tína elspýtur aftur upp í elspýtustokk. Já, tína og raða þeim aftur með hausinn fram og og taka brunnuelspýturnar út, og alla þessa hluti, sko, taka til, elda, og ég með heyrnartæki, þannig að þetta fer í heyrnartæki mín, og þannig að ég truflast ekki af umhverfishljóðum, og sko, þannig að stundum er sagt, Jón, að það sé eiginlega fátt aumar en að vera almennur þingmaður í stjórnarmeirihluta. Já. Því að þitt hlutverk er bara að mæta þeirra atkvæðagreiðsla og horfa, er ekki Sigmar þingflokksformaður, og hann bara nikkar til því nú hvað átt að gera, og það er eiginlega, það er ekki ætlast til meira aður. Nei, það er nefnilega, sko, þetta getur verið þægileg innivinna fyrir marga, en sko, já, en eins og ég segi, sko, við erum svolítið svona bara fótgönguliðar lýðræðisins núna, með að þingmálaskráin er að mjallast í gegn, og bókun 35 er til umræðu, en síðan sko, held ég svona með haustinu, sko, þá fær maður svona tækifæri til þess að svona tala meira með sinni eigin rödd, sko, og minna samræmdar sjúkraskrár og lyfjalög. Okkur hlakkar til þess að hlusta á þig. Febrúar. Það er svo spá, þú mátt alveg vera komin í gírinn í október mjög vegna. En takk fyrir að koma hingað og spjalla svona stöðina í dag, og við erum búin að fara vítt ævina þína. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Svona, og einmitt þetta svona margt sem að kemur manni og óvart, sko. Hvað þú ert að segja hér? Kemur þér óvart hvernig þú ert að stilla upp málum? Já, nei, minna bara líka, þú veist, að því að stundum fann maður eitthvað spurningar og svona, eins og þú varst að spyrja með hann eins og pappa og svona. Þú veist að kannski sem ég hef ekki alveg leitt hugan að, sko. En það er ekki bara við sem eru að kynnast þér betur heldur þú líka? Já. Og þannig að, sko, já. Þú íhugar þetta bara og hlusta kannski á þetta? Það má bara passa mig bara að ofmetnast ekki. Kæra þakkir, Jón. Takk. Og hlustendur þakka ég kærlega fyrir, og henni Laufey Líndal Ólafsdóttur sem hefur tekið upp og sendt út fyrir okkur, en ykkur þakka ég mest fyrir að hafa breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum, og minn ykkur á að samstöðunni drifin áfram að þeim hluta áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þennan hóp og telur samstöðunni vera mikilvægt fyrirbrigði í lýðræðislegu samfélagi, þá hvet ég til þess að gera það áskrifandi. Þá ferðu inn á samstöðun.is og það er hnappur sem stendur áskrift. En framundan er úrval vikunnar, og svo hérna á morgun verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Við sjáumst þá, en hann segir bara góð helgi. Segðu það á Samstöðinni.